Já, komið sæl og það eru synir Egils sem að hilsa þennan sunnudaginn sem aðra. Að venju brífa á vettvangi dagsins og til okkar eru komin Viðar Eggertsson leikar og leikstjóri, Helga Jónsdóttir bæjarfulltrúi í Kópavogi og Sunna Sæmundsdóttir fréttamaður á Stöð 2. Það búið umræðum þetta hvort að maðurinn væri dett út af það, hann leyfir mér að segja fréttamaður. En hérna, og svo eftir það þá ætlum við bara að tala svona aðeins pólitíkinum okkar hætti og síðan kemur Ragnhildur Helgadóttir, rektor Háskólans í Reykjavík og ætlum að ræða við hann forsetaembættið og svona hvernig embættið og hvernig valdsvið forsetans valdsvið forsetans það kom alltaf til umræðu í forsetakjöri það forsetið má og það líka, núna finnst mér líka verið að spyrja frambjóðendurna spurningar sem voru að koma þessu ekkert við, það er annað mál, förum betur að segja en einhvers stað verðum við að byrja. Mér langar að byrja í leiðindunum, þessu vaxtastefnunni, að hvað vextirnir eru háir og hvernig það er, svona, hvernig er þetta fyrir þína kynslóð? Þetta er náttúrulega bara erfitt, ég meina þetta er náttúrulega alveg ógerlegt fyrir marga, bara að koma sér inn á húsnæðismarkaðinn og þetta er bara ríkalegt sko. En ég meina, við næsta ákvörðum verða vextir búin að vera þá óbreyttir í heilt ár í þessu. Já, svona háir vextir. Já, 9,25% og maður skinnir ekkert eitthvað endilega séu að fara að lækka næst. Nei. Ég sá nú einhvers staðar eftir seðlabankastjóra að hann talaði það hvað eitthvað 25 punkta lækkun núna myndi ekkert skipta neinu máli. Og einhvern veginn vísaði sömu andrá í það þegar hann hækkaði vexti kröftulega yfir 1% í bara einu vettfangi sko. Og þá svona allavega, ég velt fyrir mig hvort að það væri planið að bíða átekta og geta þá lækka og bara svona þannig að það skipta ykkur máli sko. En maður veit ekki sko, Greiðslubyrni við það mikil að fólk bara að bugast. Þú hýttir að heyra bara hjá því fólki sem að þú umgengst. Já, það er náttúrulega bara allir gangur á þessu, hvernig lán fólk er með og allt það. En jú, bara þetta er náttúrulega bara gigantist hjá mörgum. Já, en þið þó að því sé kannski ekki stór skuldut fólk, en ég veit ekki reyndar en þetta er erfið staða. Það er einmitt þetta að það skulle vera svona ójafnt skipt eftir því hvort þú ert skuldugur eða hvort þú ert búin að komast fyrir vind og komin á aldur okkar við þess. Mér finnst það bara ránt og það hlýtur að eiga að takast á við það með einhverju mótvægisaðgerðum. Varðandi stýrivexti ákvarðanirnar að þá vekur það líka sko til umhugsunar það að það er hluti af þessu þjóðfélagi sem er með atvinnurekstur og hefur sína tekjur í erlendri mynt og sín lán í erlendri mynt og kemst hjá því að taka þátt í, þannig að þetta er eiginlega bara venjulegur íslenskur almúgi sem að og sér bönkunum fyrir þessum ótrúlegu vöxtum. Ég ger mér hins vegar alveg grein fyrir því eftir að hafa lifað þá tíma að verðbólgan var geysilega há og vextir alltaf langt undir því og þá var rosalega eignatilfærsla frá þeim sem að fengu lán og þá var náttúrulega heldur ekki, þá voru lán skömmtuð. En þetta er sko hluti af miklu stærra vandamáli og það er eins og seðlabankastjóri segir, ef þú fær fjármálaáætlun frá ríkisstjórninni það sem er ekkert útfært hvernig á að takast á við það að það er sér brjálæðislega þensla í samfélaginu sem endast og menn að berja sér á brjóst fyrir að hér hafa hagvöxtu verið mikil en við erum með atvinnugreinar, grunnatvinnugreinar sem afla okkur útflutningstekna sem eru stjórnlausar, sem að kalla á það sko að við göngum nærri okkar auðlindum í ferðaþjónustunni. Við göngum langt umfram þann mannafla sem hefum tiltækan til þess að vinna störfin og það kallar á innflutning á fólki sem að sinnir störfunum og það kallar á húsnæði fyrir fólki sem kemur hingað til að sinna störfunum þannig að þetta er einhver vítarhingur sem að mér finnst eiginlega ámælisvert að menn hafi ekki sest yfir og sagt hvað ber Ísland mikið af ferðafólki og eigum við bara að segja það að við tökum á móti öllum af því að það skilar okkur hagvexti á
því tímabili sem að þetta getur gengið upp, en augljóslega gengur það ekkert upp til frambúðar. Við bara höldum áfram að taka móti og við sjáum hvað gerist á löndum eins og bara í Tenerife og víðar, Amsterdam, það sem búið að ganga yfir mörkin. Og eins og það dásanlegt að vera gestgjaf og taka vel á móti gestum sem koma til landsins, þá ef að gengið yfir mörki með þessum hætti, þetta að gerast í Prag, þetta að gerast víða. Og af hverju ósköpunum reynum við ekki að stemma við stigu, og ef við gerðum það og hefðum stjórn á þessu, að þá varum við líka að takast alveg á við ótrúlega mikil þrýsting sem að þrýstir á vexti og verðbólgu. Já, við ekki svo. Já, ég að hugsa það þegar ég var að kaupa mér fyrstu íbúðuna sem var pínlítil kjallarahóla vestur í bæ, einhvern tíma rétt 1980. Og það holsteflur sem að gengu yfir megnið af lífi mínu, því að við tekið nánast allan vinnualdur minn til að eignast húsnæði skuldlaust, sem að ég gerði að markmiði mínu að það yrði áður en ég yrði eftirlaunamaður, og það rétt hafðist. Það má segja að allt það sem ég hef aflað mér í gegnum tíðina fór í þetta húsnæði. Vísu hefur það breyst úr þessari kjallaraholu í betra húsnæði í dag. En þessi rússíbana reið, stundum var slíkt misgengi á milli lána og tekna, að það lá við að ég misti í byrjun 9. áratugarins þessa litlu kjallarahólu bara vegna þess að það bara snar hækkuðu öll lánið. Og ég að horfa á þetta gerast aftur og aftur, og það að gerast núna enn einu sinni, og ég segi bara, hvað að? Akkur hefur okkur ekki tekist að laga þetta kerfi? Það á ekki að vera óbærilegu baggi að hafa þak yfir höfuði. Þetta lágmarks réttindi fólks, og ég tala ekki í svona harðbýlu landi þar sem þú getur ekki búið á götunni. Þetta lágmarks mannréttindi, og við eigum að búa til þannig samfélag að það geti allir átt þak yfir höfuðið, hvort sem það leigir eða á það, þannig að það hefur efni á því að lifa lífinu. Það fólk í dag sem að bæði þeir sem eru að reyna að eignast þak yfir höfuðið, og ég tala ekki hitt fólki sem sér ekki þann möguleika að geta lagt út fyrir þeim grunnkostnaði sem það kostar að byrja, að það þarf að leigja á slíkum ofurkjörum að það nánast öll innkoma þess ver í það eingöngu að eiga þak yfir höfuðið á milli þessar sem það í vinnunni. Þetta, það eitthvað mikið að samfélagi sem ekki býr betur að fólki, vegna þess að ég tek heilsugar undir með Helgu að það eru 2 þjóðir í landinu. Það eru þjóðirnar sem eru ofurseld þessari hagstjórnarkerfi sem að byggir á því að láta almúgan borga sem mest, meðan að aðrir sem hafa sölsað undir sig megnið af þjóðarauðunum geta hreinlega lifað í allt öðru fjárhagskerfi en með þín. Helga sagði að fengu ekki allir lán. Þegar ég keypti mína fyrstu íbúð, þá átti ég frænku á Seyðisfirði sem hafði sömu stjórnmálaskoðanir og bankastjórinn. Og þannig að þá baði ég hana að hringja í bankastjóran til að leggja gott orð fyrir mig. Og svo þegar ég kynnti bankastjóran hans, hún Þrúða, hún hringdi nú hérna. Þetta bara klárt. En það var þetta að fara svona leiðir í. Nú búið að loka þessari leið og nú engin leið. Það búið að loka þessari leið, en nú engin leið í staðinn, Nei. Ég ætla samt aðeins að taka undir með Viðar, þessar sveiflur. Ég man eftir þegar við hjónin í gegnum byggingasamvinnufélag, þar sem við vorum þáttakendur, eignuðust fyrstu íbúðina og bara allt gott með það. Má ég spyrja, hvað byggingasamvinn? Kopphús. Og síðan förum við og tökum stökkið og förum að byggja einbýlishús. Og við seljum íbúðina og þá var það þannig að greiðslur dreifðust á 1 ár samkvæmt kaupsamningi, og þær voru ekki sem sagt með vöxtum. Og hvað þá verðbótur. Og þegar að við vorum að ströggla með einbýlishúsið, að það var verðmæti íbúðana sem var átt
nánasta engu gert. Þetta var árið sem 130% verðbólgan var einn mánuðin og allt það. Þannig að þetta ekki eins og þetta sé alveg nýtt að það séu þessar skelvingar í sambandi við það að koma sér þakki yfir höfuði. En ég held að ég tek bara svo undir það með viðverið. Þetta náttúrulega bara mannréttindi. Þú þarft að eiga kost á að koma þér í tryggt húsnæði, hvort sem það er eigið húsnæði eða leiguhúsnæði. Og fólk gert það bara allt og erfitt fyrir eins og hér stendur á. En Viðar 1980, hver var svona efnahagslega staða hans? Heldur að Viðar 1980 gæti keypt sér húsnæði í dag, litla kjallaraíbúð í Vesturbænum? Nei, sko, ég gat keypt hana en að haldinni, það var engin hægðarleikur, sko. Það var engin hægðarleikur vegna þess að þetta var slíkur rússíbann á þessum árum, sko, að það var, sko, bara skyndilega einn daginn vaknaði maður við það að eignum var bara í neikvæðri eigum hans. Og maður var bara berjast fyrir að halda henni til þess að eiga eitthvað, og þetta raunverulega, sko, ævisparnaður allra, meir og minna, venjulegs fólks, ævisparnaður minn. Þetta lítið át á næstu eins og lífeyrissjóð minn, hefur farið í þetta þak. Þitt megin verkefni hérna á jörðinni. Já, það bara Þetta er Tómas Jónsson Letzerbók, ég kjallaraíbúð í Hlíðunum, þetta er hans niðurstaða. Þetta hans ævi. Ég var eins og froskmaðurinn sem var dulnefni Guðbjörns Bergssonar. Við sjáum sig var Hermann Másson sem var sögupersóna eftir Guðbjörns sem skrifaði Froskmanninn. Og ég var settur í því að lesa upp úr Froskmanninum þegar hann kom út og þegar ég held að Guðbergur væri á Spáni því að venjulega þegar hann var að gefa út bækur þá lét hann sig hverfa til Spánar og ég var beðinn að lesa upp úr þeim en það voru venjulega eftir Guðberg. En þessi bók var allt í henni eftir einhvern mann sem var sagt að væri dulnefni og héti Hermann Másson og svo þegar ég trillaði upp á einhver stórri samkomi í Gamla Bíó að fara að lesa upp úr þessari nýju bók eftir þennan höfund sem var undir dulnefni þá svona fólk hvíslum salinn að ég væri að gefa út bók og meðan satt Guðbergur og fyrsta bekk algjörlega í kenga hlátri en þetta mjög kostur þetta á honum að hann sem sagt gefur út, eða lætur sögupersónu eftir sig skrifa bók og lætur mig svo síðan. Það var svo mikið skáld að skáldsanapersónur hans voru skáld líka. Herðu, en ég veit ekki hvort að passa inn í þessa umræðu. Fyrir einhverjum árum að þá var ég að labba með hundum minn og fann seríu sem að BBC hafði gert. Það sem að töluðu við fólk eftir svona áratugum. Töluðu við fólk sem hafði verið ungt á 7. áratugum. Og umræðefni var bara hvernig gekk ykkur að koma ykkur upp heimili og hvernig var aðstæðan, fenguðu stuðningur á fjölskyldunni, hver var stuðningurinn frá samfélaginu, byrjuðu að leigja og svo bara rakið ævi mín sem kjallaraíbúð í Hlíðunum. Og svo tóku þeir þá sem voru 7. áratugnum og 8. áratugnum og 9. áratugnum. Þannig frábær sería. Og þá sér maður svona breytingar sem að verða í bresku samfélagi. Og þá alltaf eins og hér nefnt byggingasamvinnufélög, þau eru ekki til lengur. Það var möguleiki áður að almenningur gat búið til sín byggingasamvinnufélög og eignast eitthvað. Það var til verkamannabústaðir og það var, leigumarkaður var allt annar. Og það sem var hryllilegt við þessa seríu í Bretlandi var að svona upp úr þeir sem eru á 10. áratugnum og 1. áratug þessara og síðan bara fólki sem er ungt í dag að það það er einhvern veginn gengur inn í heim það sem að því er bara ætlað að bara búa til peninga fyrir okurleigara þeir sem eru í okurleigu eða þá að bara vinna í happadrætti til dæmis það að eiga ríka foreldra eða eitthvað slíku, það er eina leiðin út og ég held að ef við myndum labba svona gegnum þetta þótt að það hafi verið erfitt í gamla daga þótt að Viðar hafi þurft að nota allt sem hann átti að þá var hann líklega fátækuleikari 1980 þá gat hann keypt sér húsnæði ég held að fátækuleikari dag getur ekki látið sér dreymum það og svo er það líka bjargirna sem að svona venjulegt fólk hafði á móti
öflugu lánakerfi og svona voru bara meiri, það voru þessi byggingarsamvinnufélög sem náttúrulega mótuðu uppbyggingu Reykjavíkur til dæmis, ef við bara keyrið hverfi Reykjavíkur, að þá þetta stórleiti byggt upp af byggingarsamvinnufélögum, það símablokkin og löggublokkin og þið þekkið þetta allt saman og svo náttúrulega verkamannabústaðnar og fleira sem að tóku við fólkinu sem kom utan á landi, þannig að það gat eignast húsnæði. Nú fólk að koma kannski ekki utan á landi, þetta utan úr heimi og líka fólk að koma út úr frá fjölskyldum sem að kannski hafi ekki fjárhagslegt bolmagn til þess að bara kaupa húsnæði fyrir börnin sín. En ég sé ekki, þú veist, hver að taka á móti þessu fólki, sko. Hver með úrlausnirnar? Ég held að við höfum bara í alvörunni, þá höfum bara gengið yfir eitthvað bara trú á því að einhver svo kallar markaður myndi bara redda þessu. Markaður eru aldrei reddað húsnæði fyrir svona millitekki fólk og þarfir aldrei, hvergi sögunni, hvergi heiminum. Nei, og svo nýjust upplýsingar líka það að það stefnir í enn meiri katastrófu. Það kemur til með að vanta alltaf fleiri og fleiri íbúðir bara næstu árum og það herði þá bara að þeim sem eru sko ekki komin. Fasteignaverð að rjúka upp núna sko. Fasteignaverð að rjúka upp þrátt fyrir vextina. Því að skorturinn svo gríðalúr. Þú getur líka ímyndað ykkur hvað ekki 1000 fjölskyldur úr Grindavík sem skyndilega þurfa að leita sér nýju húsnæði. Þetta hefur áhrif á markaðinn sem þegar sveltur fyrir. Og þau kvarta auðvitað undan til stillalega, þau verða mjög vör við það hvað húsnæðisverð hækkar skyndilega þegar þau fara að bjóða í húsnæði. Og þetta auðvitað hefur alveg svakalega áhrif á markaðinn með eins og við tölum við Helga að öllum þessum árum sem við höfum lifað og hort á þetta gerast aftur og aftur með mismunandi hætti að við skulum ekki enn vera sáttmáli í samfélagi það að hver kynslóðin af hættur annarri þurfi ekki að ganga í gegnum þessar hörmungar. Við eigum að vera búin að búa til almennilegt bara vaxtabótakerfi, tilfærslukerfi. Það var reynt, sko, svona uppbúru eftir miskíkisópin. Það var reynt að búa til skárri húsnæðisstefnu. Má kenna það bara við Jóhannu Sigurðardóttur sem var í ríkisstjórninni ríkisstjórn Þorsteins og Steingríms og svo áfram í ríkisstjórn Davíðs. Það var reynt að búa til, bæði við að byggja félagslegt húsnæði, þá var verkamannabústaðir ennþá í gangi, verkamannabústaðir sem voru byggður upp í Grafarholti eru frá þeim tíma. Það var reynt að búa til lánakerfi sem að gat stutt fólk, vaxtabótakerfið. Þetta var síðan bara eyðilegt í upphaf þessu aldar. Já, sko, Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn þegar þeir rústuðu þessu verkamannabústaðarkerfi og Jóhanna hélt sína lengstu ræðu og bara held ég eina lengstu ræðu þingsögunar þar sem hún var að reyna að spyrna við þessum gjörðum. Ég var þingfréttamaður á þessum tíma og það var mjög mikil átök í ríkisstjórninni og kratarnir voru með þetta ríkisstjórn Davíðs, kratarnir voru í sínu þingflokksherbyggi og Sjálfstæðisflokkurinn í sínu stóra hinum með gangi og það bara fann alveg það var svona spenna og svo kemur Sighvatur Björgvinsson fram og Friðrik Sófusson og þeir svona ætlu að tala í hálfum lögum en þeir voru bara ekki, það var ómikið undir til þess að þeir svona töluðu og það enda með því að Friðrik sagði látið í kellinga helvítið hafa allar þær íbúður sem hún vill og fór svo inn til sitt þingflokksherbyggi og skellti hurðinni og hann var konið í frakkan að Sighvatur og hún lág svo mikið á, hann skellti á frakkan sinna, þurfti að opna aftur til að komast inn í herbyggið. En þarna var Jóhanna sem sagt á móti öllum þessum köllum sko, að berjast fyrir þessu. Og síðan kom bara nýju flokkur í ríkisstjórnina 95 og þá breyttist allt. Tilraunin til þess að búa til hér húsnæðiskerfi sem að væri fyrir almenning var fellt og nú erum við húsnæðiskerfi sem er byggt fyrir verktaka og leiguógrana. Það er bara staðan. Já. Skömm okkar að hafa látið þetta gerast. En takk upp léttara hel og tala fórsetakjör. Svo ertu búin að vera að vinna eitthvað í Hvað segirðu? Búin að vera að vinna eitthvað í frétti eða samtal út af fórsetakjörn? Já, það er svona mikið skipulagningu. Við erum búin að halda úti pallborðum þar sem við fengum til okkar forsetaframbjóðendur og fengum maka á föstudaginn. Það var mjög skemmtilegt svona að skiknast aðeins inn í svona hvernig þau sjá allt saman fyrir sér. Svo verðum við með kappræður í næstu viku sem Heimir Már stýrir þar sem við fáum til okkar efstu 6 og getum kannski fara eitthvað aðeins meira á dýftina heldur en með 12. Já, það er svolítið flókið. En hvað ætla að gera við hina 6? Við erum alltaf búin að bjóða öll með pallborð
þannig að fá allir, það er allir komnið þangað og þetta í rauninni, þá þetta þú meina það, já, það allir búin að koma í pallborðið. Já, þetta sem mælast yfir 5% og efri helmingurinn bara til að geta fara aðeins meira á dýftina. Og efstu 6 eru þá Katrín og Halla Hrund, Jón og Baldur og Halla Tómasar og Arnar Þór. Já. Eins og staðan í dag, já, það var náttúrulega sviptingar í síðustu könnun. Hvernig lésið þið þetta? Er Halla Hrund að missa fylgi toppán og snemma? Já, þetta allt mista svo, þetta svo furðulegt eiginlega að horfa á þetta hvað hún reis svakalega hratt með við einhvern veginn hafa þekkt, en enginn vissi hver hún bara og ég veit ekki hvort þetta skýrist einhvern veginn, nú náttúrulega hún búin að mæta í kappræður og viðtöl og svona hvort fólk hafa svona betri mynd af henni og getur tekið svona upplýstar ákvörðunum. Stóðu sig ekki illa í hjá RÚV þegar voru all, mér fannst hún svona stóð sér ekki vel, já. Nervus og þreytt, sagði ykkur. Já, ég meina hún var búin að fara sama dag í pallborð og held ég til Stefán Seinars og svo í þetta. Já, eftir að vera búin hjá Stefán einn. Verður enda straujanna fram og tilbaka. En það eru 3 vikur ennþá og það svo margt sem getur gerst og það hlýtur að vera svolítið erfitt fyrir ykkur að svona þegar að gefa fólk í sviðið af því að við reynum auðvitað að halda í lýðræði og þetta eru allt sem sett frambjóðundur sem að hafa fengið réttmæti það að bjóða sig fram að það lítur erfitt fyrir ykkur á fréttamiðlunum að vera ekki bara að fara eftir skoðanakönnunum hverju sinni heldur gefa öllum nokkuð jöfn tækifæri. Af því að það getur svo margt breyst. Það getur margt breyst en maður einhvern veginn er kannski ólíklegt að þau sem eru alveg á botninum skjótust af efstu ekki útlokað en já, það er svona alltaf ólíklegra með Höllu Tómasdóttur síðast þá hún skaust upp á síðustu hver byrjuði að rísa já, en þau sem eru kringum 1% kannski ekki líklega ég veit ekki en það sem ég fannst mjög merkilegt var það að það tókst að halda úti þessum þætti hjá Ríkisútvarpinu þannig að almennt lokið lofsorði á hann og mér finnst það bara ótrúlega merkilegt að það hefði tekist með þessa 12 frambjóðendur alla þarna og út af fyrir sig má hafa alls konar skoðanir á því hvernig eigi og hvenar eigi að flokka einhverja 6 frá og einhverja 6 í burtu þó að ég sko ef maður með eitthvað kalt mat núna þá það nokkurn veginn svona gefur manni vísbendingar það. Ég hins vegar þeirra skoðunar að við séum mjög fjarrið því að vera búin að sko setla það hver niðurstaðan verði og mér langar aðeins til ef ég má að varðandi sko forsetakosningar, ég hlakka til þess að heyri Ragnhildi Helgadóttur og ég hef skrifað mikið, ég hef unnið með forsetum og ég hef unnið með forsætisráðurum og ég hef verið ritari ríkisstjórnar og ég hef verið formaður orðunefndar og verið mjög nálægt forsetum þetta er ekki til þess að tala það út frá öðru heldur því að segja ég hef verið þarna á þessum vettvangi og það sem að mér finnst vera merkilegt það að menn tala dálítið það og vitna í það að forseti okkar Guðni hafi sagt að það vanti starfslýsingu fyrir þetta starf og það sé svo lítið við að styðjast og ég get bara sagt það því að ég vann í sama húsi og Vigdís, það voru forsætisráðuneytið og forsetaembættið saman að á þeim tíma að þá eiginlega datt engum í hug að starfslýsingin fæli í sér þar sem að svo gerðist á tíma síðari forseta eins og Ólafs Ragnars og mér það minnistætt og það ekkert leyndamál að til dæmis að bara ráðherrarnir kallarnir í ríkisstjórnin þeir voru mjög ósáttir við Vigdísi fyrir það að biðja það að þurfa ekki að undirrita löggjöf sem að setti bann á verkfall flugfreyja á frídegi kvenna. Þannig að, og það bara, mönnum fannst þetta slík freka í forsetanum. Síðan þegar Ólafur Ragnar kemur að þá einhvern veginn
bara fyllt út í starfslýsinguna með allt öðrum hætti. Og það fer ekkert á milli mála, þetta var ekkert smá skref sem að steig með fjölmiðlalögin. En Helga, íhugaði Vigdís ekki að varðandi EES-samninginn, að skrifa ekki undir hann? Og það tóku sér tíma og menn sættu sér við það þá. Já, en hún íhugaði, þannig að glufan var þarna. Ég skal ekki segja, þá var ég hægt að vinna þarna og var ekkert á vettvangi lengur. Það komið fram, hún tók langan tíma, einhverja daga í þetta. Það tók hátt í mánuð ef ég man rétt og það sem auðvitað lá fyrir þá var það að mjög margir af hennar diggustu ráðgjöfum, vinum og stuðningsmönnum voru afskaplega mótfallnir þessu máli. Þetta hins vegar, hún gerði það sem hún gerði og þar lá auðvitað fyrir að formenn ríkisstjórnarflokkana sögðu henni frá því að það væri búið að fara í gegnum þessi pólitísku átöku í þinginu og ef að það ætti ekki að staðfesta það þarna þá væri það bara eitthvað stjórnarkreppa sem af því hlytist. En Ólafur Ragnar tekur þá ákvörðun og hann kemur inn í umræðinu. Ég skrifaði einu svona greinum valdsviðforsetar þar sem að nánast var að tala á þeim nótum að það væri meira svona bara áhrifavald og formlegt vald. En það í mínum huga eftir það sem að gerðist á valdatíð Ólafs Ragnars að þá fer ekkert á milli mála. Að það bæði þessi mikli varnagli en það líka allt áhrifavaldi sem fylgir embættinu og ég man eftir því að hafa farið í opinbera heimsóknir til útland og finna það hvílíkur fulltrúi Íslands Vigdís Finnbogadóttir var og hvaða ásýnd hún gaf okkur og þetta rosalega mikils virði og ef ég segi það fyrir mig að það ég lærið það einhvern tíðan ung sem stjórnandi að maður ætti að líta það sem mesta tækifæri sem maður fengi að það losnaði starf og þá ætti maður að endurskoða starfslýsingu og athuga hvort að það væri annars konar starf heldur sá var í sem að fara í burtu og svo ætti maður að skilgreina hæfniskröfur bæði út frá einhverjum svona hlutlægum mælikvörðum en líka út frá huglægum mælikvörðum. Og ég bara segi það alveg fyrir mig að mér finnst það svo augljóst á Íslandi í dag að það einhver kandidat sem myndi falla inn í allar, þú myndir tikka við í öll atriðin í boxinu varðandi það að hafa undirbúning til þess að takast á við starfforseta þannig að það sé hægt að treysta því bæði út á við og innan við að það sé í höndum þar sem reynsla. Svo eru aðrir sem eru minna reyndur og kannski allt og ég ekkert að segja hvað aðrir eiga að hafa skoðanir. Vigdís hefði ekki staðið þetta próf 1980, þetta miss? Þú hefur ekki fengið hann hefur verið lagt þetta próf fyrir hann? Ég algjörlega sammála, enda fór hún aldrei í gegnum það sem að gerðist þegar Ólafur Ragnar færði sín rök fyrir því að forsetaembætti væri þjóðkjörið af því að það væri hugsað sem fulltrúi þjóðarinnar ef að pólitíkin hlustaði ekki á þjóðina. En það hafði enginn gert áður. Við lifum meira við það ástand að pólitíkin hlustar ekki á þjóðina. Ég held að það sé meira núna heldur en 1980, 1906. En þarna, og núna sjáum við forseta umræður þar sem að samtali gengur meira og minna út á það hvernig menn ætla að beita út frá hvaða forsetum menn ætla að beita. Þetta var ekki til þegar ég lærði lögfræði, þá var þetta bara formlegt embætti. Fyrir 2016, áður en að Guðni gaf kost á sér og fór í framboð, þá tölum við mjög mikið saman. Ég var að vinna þætti þessar 5 forseta og svo voru ekki sýndir meðal annars út af frambóði Guðna. Við tölum ekki það. Hann sagði alltaf að þeir forsetar sem að verið hafa hver og einn mótað embætti svolítið eftir sín höfðu. Og það var alltaf munur á milli. Að þetta þroska svona frá manni til manns. Er það ekki rétt? Algjörlega og ég held að það sé alveg en það verða straumhvörf þegar að stjórnmálafræði prófessorinn sem hafði sína víðtæku pólitísku reynslu settist þarna inn og ég alveg viss það í stjórnarráðinu að þar hafa menn verið með einhverja vangaveltur það hvernig þetta væri hægt að hann leyfði sér það því allar ákvarðanir eru á ábyrgð ráðherra. Stjórnarráðinu náttúrulega vill hafa sem minnst vald hjá í Bessastöðum. Það bara skiljanlegt. Þeir vilja ráða öllu. En ég held að þjóðin vilja hafa eitthvað vald á Bessastöðum á móti þinginu og ríkisstjórninni. Já, þá skulle menn hugsa það hvers slags valda og þjóðin ekki sérstaklega hrifin á ríkisstjórn Alþingi á Íslandi. Það bara staðreynd. Já, þess vegna kemur þetta í forstakostingum vilji til þess að við getum
nota lýðræðið okkar einhvern veginn til þess að þoka Íslandi meiri það átt að þjóðin hafi einhver áhrif á það hvert verðum að fara. Algjörlega, og það hefur verið, sko, menn tala um það þegar þeir eru að horfa til embættisins að það hafi verið tilheng til þess að kjósa gegn valdinu, kjósa einhverja sem er. Ég bara segja að ef við erum að tala um embætti sem hefur þróast með þeim hætti sem það hefur gerst, að þá krefst það, held ég, reynslu og innsýnar og þekkingar að beita því með réttum hættu. Ég held líka að þessi mestu máluskipti í embætti forseta að það sé einhver mannarsættir sem kann að hlusta og kann að beina mönnum áfram en ekki setja þá í einhver svona Takk þeim alls á hann, er þetta hætt við? Hvað segirðu? Nei, þú varst að biðja orðið þetta? Nei, mér heyrist, þú ert að tala um Katrínu Jakobsdóttur, ekki rétt, þegar þú ert að tala um að það Ég held þú skiljið mig alveg rétt. Ég held hún hafi verið að tala um Baldur Þórhallsson. Akkurat, Ég hef allavega mjög ákveðna skoðun á því þessu sem að Helga er að segja. Það virðist allavega, ég meina, það er nokkuð augljóst eins og ég horfa á þetta, að þær tvær, að það verði svolítið valið, Halla og Katrín og ég ímynda mér einhvern veginn að það gæti mögulega, sko, ég meina, fólk þekkir Katrínu, það veit hverja gengur að, en Halla svona svolítið óskrifað blað og fólk er enn að kynnast henni, sko, og bara ég velt fyrir mig hvaða tromp Katrín á, svona, hvað hún er með til að einhvern veginn ná fylginni yfir til sín og það er þá alveg bara ef einhvern veginn Halla misti úr sig, ég veit ekki, minnst hún eiginlega svolítið verið að treysta það. En svo gæti mitt, það eru margir sem hafa svo sterka skoðunar Katrínu vilja hana alls ekki, að þau gæti náttúrulega, þegar þetta fer að teiknast upp kannski þessi staða, að þá fari fólk sem ætla að kjósa Jón Gnarr fara að kjósa svona skynsamlega og fari þá yfir á Höllu, sko. Það held ég líka. Ég held reyndar að það veri frekar Halla Tómasdóttir, ég held ekki að hún sé að uppleið, sko. Já, getur verið. Sko ég er svo sem vandræðum hérna, sko, og ég teki undir margt af því sem að Helga segir, en við skulum ekki gleyma því að kom forseti á eftir Ólafi Ragnari, forseti sem var mjög vel að sér varðandi forsetaembættið og hafði ekki verið í pólitík. Það er svo mikið, mér finnst það skipta svo miklu máli að fólkið velji forsetan. Og mér finnst það skipta svo miklu máli að sé mjög góð og löng armslengd á milli stjórnarráðsins og Bessastaða. Og mér finnst það ekki endilega bara loftlínan, heldur líka bara að vega spottin sem það tekur. Og ég held að sé mjög gott fyrir þá sem eiga erind úr stjórnarráðunni yfir á Bessastaði að þeir hafi góðan tíma í bílnum og leiðinni til hugsa sinn ganga. Mér verður svolítið illt í siðferðinu. Þegar mér finnst það eitthvað svo sérkennileg staða að bussi frá manninstunni bara staðan að forsætisráðherra sem kjörin er á þing og leiðir og myndar ríkisstjórn 2017 og situr heilt kjörtímabil endurnýjar síðan þennan sama stjórnarmeirihluta og situr sem forsætisráðherra standist innilega upp frá hálfnuðu verki og segi, nei, nú ætla ég að verða forseti. Án þess að klára verkið sitt, að stíga eins og einhver sagði, bara án atrennu úr forsætisráðherrastólnum í forsætið. Þarna finnst mér verða vatnastíl í sögu forsetaembættisins. Mér finnst það verða vatnastíl þegar fólki finnst það eðlilegt að pólitíkus setjist beint úr sæti forsætisráðherra inn í forsetaembættið sem þarf að vera mótvægi við stjórnmálin. Þarna munum við á næstum vikum og mánuðum og árum koma þau mál sem viðkomandi hefur verið að vinna með í ríkisstjórninni, pólitísk mál, bæði sem hafa verið sáttu við eða verið í málamiðlunum með og svo framvegis. Mér finnst að skipta máli að það verði þarna ákveðin stil. Ég sé ekki að því að pólitíkus muni einhvern tímann setja síðan í sæti forseta og jafnvel pólitíkus sem hefur verið að leiða ríkisstjórn. En að fara beint úr forsætisráðherrastólnum í forsetan finnst mér eiginlega bara ekki ganga upp.
bara siðferðilega í mínum huga, þá finnst mér, og mér finnst vont að því að þetta svo sérstakt embætti. Þetta ekki valdamikið embætti þannig séð. Forsætisráðherra miklu valda meira embætti. Þetta aðhaldsembætti, þar sem að þjóðin velur sér fulltrúan sinn til að hafa aðhald með pólitíkinni. Maður heyrir þetta mjög mikið. Já, og þetta bara mín skoður. Já, ég held að það hjálpi líka. Ég vola gladur ef þú hefur heyrt fleiri segja þetta. Ég bara á mjög erfitt með þetta. Mér finnst það skipta miklu máli að þjóðin velji forseta. Og til að mynda finnst mér líka skipta miklu máli að þeir sem hafa völd, hvort sem þeir eru pólitísk eða hafa lendi í trúnaðarstörfum eða alls konar áhrifastöðum, séu ekki að hafa sig frammi við að segja fólkinu hverja þá að kjósa. Já. Ég held að vinnum mitt líka ekkert með henni þegar maður sér bara myndir úr opnun kosningaskrifstofunnar þegar hver einastir á þeirra úr ríkisstjórninni. Ég finnst þetta mjög sértilegt. Júlíusson og Fremstabæk á Akureyri. Ég er ekki að tala Katrínu Persi, ég er bara að tala stöðu forsætisráðherra og forseta. Og ég ætla með að tala stöðu mína. Það vil svo til að ég er varaþingmaður og með þess að varaþingmaður. En ég settist inn á Alþingi á þessu kjörtímabili og satt í 3 mánuði og það ekki útilokað að ég muni setjast aftur áður en þessu kjörtímabili lýkur. Meðan ég er í þeirri stöðu, ætla ég ekki að segja fólki hver á að vera forseti sem hafa aðhald með mínum störfum. Ég mun ekki hafa mig frammi og lýsa yfir og opinberum stuðningi við einn eða neitt. Af því að það ekki mitt að segja öðrum til, sérstaklega ekki þegar ég er í stöðu þar sem ég á að vera í armslengd frá forsetaembættinu. Og mér finnst það mjög alvarlegt mál og það lýsir kannski bara þjóðfélaginu sem við búum í. Að ágætt vinkona mín sem búin að vera vinur mín bara í 50 ár og hefur verið trúað fyrir ýmsu íslensku samfélagi mjög oft og hefur staðið sér frábærlega í sínum störfum og enn að hún segir á Facebook bara Kári hefur talað og svo byrstur hún myndband með stuðningi við lýsingu viðframbjóðenda. Já, heyrið þið, svona átt að vera. Þetta á maður ekki að gera. Við eigum að leyfa fólkinu sjálfu í landinu að velja sem forseta. Við eigum að halda okkur, og fyrir utan ég lít á mig sem áhrifamann að einhverju leyti, að því að ég er varaþingmaður, ég fer hugsalega inn og þá á ég að halda mig til hlés. Og flest allir þingmenn hafa haldið sér til hlés, en einn og einn eru með stuðningsyfirlýsingar og mér finnst það ekki vera okkar mál. Hvorki okkar sem eru varaþingmenn eða þingmenn eða áhrifa fólk í samfélaginu allum enn einu sinni að segja líðinu hvernig hann eigi að haga sér. Þannig eitt atkvæði á mann, þetta einu kosningarnar á landinu sem að hver einn landsmaður hefur eitt atkvæði jafngilt öðrum. Skýrist þetta í síðustu vikunni eða eitthvað? Má ég aðeins segja? Já, ég held að Helga sem aðtóðsendir við ég vil í fyrsta lagi bara halda því til hafa. Mér finnst það mjög miður ef einhver heldur og ég sé að segja einhverjum hvernig hann á að kjósa eða ef einhverjir telja að ég sé að reyna að hafa áhrifa. Ég bara að lýsa minni upplifun af því hvernig forsetaembættið hvernig það hefur þróast og hvernig ég myndi ráðstafa því ef ég væri að ráða í starf. Því að þetta bara fólk sem að býða sér fram núna til þess að starfa í þágu þjóðarinnar. Og ég ekki sammála því að þetta sé starf sem með aðhald gagnvart þinginu. Það umboðsmaður Alþingis. Það hins vegar sem að hann hluta framkvæmdarvaldinu, forsetinn. Þannig að þetta í eðli sínu starf sem daldið gott og mikilvægt að menn hafi þá þekkingu á þeim þáttum. Hvað getur þá það sem að Ólafur Ragnar gerði? Það sem hann beitti aðhaldinu og ég held að séu kannanir sem sína það að séu bara 90% af þjóðinni sátt við ákvörðun Ólafur Ragnars að stoppa ISF. Ég að segja það að hérna ef ég má bara aðeins klára það. Ég held til dæmis að Vigdís Finnbogadóttir
það standist mjög vel tímans tönn, þær áherslu sem hún var með, hún var á svona ræktun lands og líðs og umhverfið og barnæskuna og allt þetta. En fólki fannst það alveg tímabært að heyra eitthvað sem væri svona meira bindi svona að daglegri viðfangsefnum. Ég held að það sem að Ólafur Ragnar gerði þarna, ég ætla ekkert að halda þið fram að ég hafi verið alveg sátt við allt sem hann gerði, en ég held að það hafi skipt sköpum í skilningi okkar á stjórnskipan sem náttúrulega í raun og veru á blaði, allt önnur heldur núna í rauninni og það að einhver forseti tekur sér til og túlkar hana allt öðruvísi heldur en hefur verið áður, það bara sýnir varnarleysi pólitíku svona gagnvart forsetaembættinu því að hvað hefði gerst ef að sko ríkisstjórnin hefði sagt af sér eða eitthvað slíkt við þetta. Þannig að hann sko mat aðstæður með þeim hætti að það bara rosalega mikilvægt að þjóðin fylgdi sér á bakvið það, þannig að ég algjörlega, ef þú svarar nú ertu með tvennt, sko, þú ertu með starfslýsingun og dulmáli í stjórnarskránni og svo ertu með svona hefðina eins og hún hefur verið og hefðin eins og hún hefur verið þar hafa stjórnmálin, þingið og ríkisstjórnir reynt að verja sín völd, reynt að sannfæra okkur almenning að forsetinn hafi ekkert vald. En svo bara kemur í ljós að þegar að forsetinn kýs það að túlka upp á nýtt að þá lætur hefðin undan því sem að stendur þarna í þessari óljósu starfsyfirlýsingu og það eru mörg ákvæði sem eftir eru sem að forsetinn gæti virkjað og ég ekki sannfærður það að þessi svona einbeitta áhersla stjórnmálana og elítunar eða hvað sem segja að forsetinn sé bara, við viljum bara fá einhverja tákmynd hana, látið okkur vera, við höfum umboð þjóðarinnar, ekki forsetinn til þess að gera nokkuð skapa hlut. Ég ekki viss að þetta sé meiri hluta vilji þjóðarinnar. Ég held að meiri hluta vilji þjóðarinnar vill raunverulega hafa forseta sem að, þú veist, þegar að því við höfum oft lent í því að stjórnvöld gefa frá sér auðlindir okkar, stjórnvöld fara þvert á vilja almennings í svo til öllum málum. Ég held að sé bara ríkur vilji hjá almenningi að hafa forseta sem að stígur bara á móti þessari frekju þeirra hópa sem hafa náð fullkomnum völdum á stjórnmálakerfinu okkar. Það alveg sama hver kosin, það alltaf sömu öfnin sem stjórn á Íslandi. En þar þú í raun og veru bara að tala á þeim nótur sem ég að segja að forsetaembættið hafi þróast í tiltekinni forsetatíð. Ég held hins vegar að það hafi verið geysilega farsælt og það ekki nefnilega hefð í forsetaembættinu. Það fylgir þeim einstaklingu sem koma ángað inn og Guðni allt annars konar forsetlendur en Ólafur Ragnar var og Ólafur Ragnar var allt öðruvísi heldur en Vigdís og spurningin hvernig næsti forseti verður það fáum við upplifa þegar það kom. Guðni breytti til dæmis þegar hann var látið skrifa undir náðunarsamningana eða uppreist æru, þá sagði hann bara við stjórnmálin, þú veist, ég vil ekki fá svona aftur, ég vil ekki fá þetta aftur, ég mun aldrei skrifa undir svona aftur og þau bara verður að breyta kerfinu. Og ég held að Guðni hafi verið alveg geysilega þörf breyting þegar hann kemur inn, alveg hreint eins og það kann að vera einhver þörf og breytingu aftur núna, ég veit það ekki, en allavega það sem að mér finnst einkenna þegar maður hugsa Guðna, þá hugsa maður bara góðan mann og mann sem velviljaður og allt það og þess vegna ætla ég að leyfa mér að segja það að mér finnst það alveg með ólíkindum að hlusta á það hversu hattramar árásir á Katrínu Jakobsdóttur miðað við hennar feril því að það ekkert bara Kári og þeir sem unnu með henni í COVID heldur alls konar fólk sem hefur unnu með þetta. Ég sá að Þorgerður Katrín var og að allir ráðherrar komi. Þetta fólkið sem vinnu með mannarsætti sem að texta ná og það að fulltrúi Vinstri grænna sem pingulítill flokkur sé valinn til þess að vera í forystu í ríkisstjórn þegar að stóru flokkur hafði mistekist. Ég held að kjósendur hafi ekki verið að biðja það að eyða kosningabaráttunni í uppgjör við pólitíska fortíð Katrín Jakobsdóttur. Það var hún sem að steig inn á sviðið og hefur neytt kjósendur til að fara út í þessa umræðu. Hún steig inn á sviðið og hún sagði að menn geta bara tekið það ákveðin. Ég bara eina af þeim sem að býð mig fram í staðinn. Hún í miðri pólitískri á.
Það eru frumvörp inn á þingi sem hún hefur lagt fram sem ekki búin að fá afgreiðslu. Eins og lagareldið. Lagareldið, það eru ýmis konar önnur frumvörp sem eru þar ókláruð, sem hún steig upp frá og veit enginn hvað örlög fá og þetta skiptir mjög miklu máli. Eins líka umdeild frumvörp, eins og talar lagareldið. Mér finnst þetta mjög óþægilegt að bara að það líður valla, sko, maður blikkar valla auga að þá alltaf forsætisráðherra orðin forseti. Ég á mjög erfitt með það. Ég myndi vera fínt ef að hún í staði bara við þau fyrirheit sem hún kynnti þegar hún tilkynnti framboð sitt, að hún hafi ætlað sér að ljúka þessu kjörtímabili. Það fínt, þá klárar þitt mál. Ég sjálfur sagði starfi með 30 mánuða fyrirvara og vann 6 mánuði af því að vantaði mann fyrir mig og ég bara sinnti mínu starfi. Klára það, líður svo og býður og afla sér annara reynslu og virðingar og kemur svo tilbaka. En maður sér líka, hún alveg að reyna að setja alveg skorp skil á milli pólitíkusins og manneskinnar. Það er ekki hægt, því hún í miðri á. Já, nei, því miður hennar vegna, ég vissum hún frábær forseti seinna meir. Eins og bara maðurinn hennar, Gunnar, sem maður hefur ekki séð, hann hefur ekki heyrt minnst af hann hérna í þessi ár sem hún hefur verið forsætisráðherra. Hérna, þau fara landið saman og tala sín fyrstu kynni og fyrsta kossin og þetta er allt önnur ára yfir þessu, þannig það er mjög mikið verið að reyna að sveigja öll yfir í manneskinu. Það verið einhvern veginn að treysta á það að við höfum gullfiska minni, en ég vil staldra við Guðna. Það voru stór breytingar, það var pólitíkus sem settist í sætið á Bessastöðum á sínum tíma þegar Ólafur Ragnar kom og hann beitti sér sem pólitíkus. Hann var pólitíkus allan tíman. Mér fannst ekki allt eðfelt sem það gerðist og það var kannski veldilega sem gerðist 2016, þannig að ætlaði aldrei að gera upp fyrir sig hvort hann ætlaði að halda áfram með þetta og segir við þjóðina, já það eru slíkir óvissu tíma núna, ég verð að vera áfram og svo það verður ekki þessu óvissu tíma, það kom maður í manns stað. Ég sé núna minnskosti 6 kandidata í framboði sem get vel treyst til að verða forsetar. Bara auðveldlega, ég ætla ekki að segja hvernig ég mun kjósa, það mun kannski breytast og ég ætla að segja fólki það og reyna að breyka áróðu fyrir einum eða neinum, en ég vil minnast þess við vorum með forseta eins og Guðna sem hefði verið óskandi að hefði haldið aðeins áfram lengur, sem gjörþekkir söguna, gjörþekkir embættið. Hann ekki að koma úr pólitík, minnst hann hafa staðið sér frábærlega. Þú þarft ekki að vera pólitíkus til þess að... Ég var aðeins að fá orðið hérna, af því að það er líka hlust á okkur í útvarpi og ég ætla að segja að það er þess að Viðar Eggertsson, Helga Jónsdóttir og Sunna Sæmundsdóttir sem eru gestir okkar. Við erum búin að tala mikið... Hverjir eru þið? Já, við erum Sýnir Egils. Sýnir Egils, já. En hérna... 2 af 4. Já, ég aðeins tala postana með öðruvísi, að þið vorum að tala þetta með 6 efstu og eitthvað svona. Það sem þið nefndu þáttina sem kom á þjóðinu óvart að var ágætt í sjónvarpsefni. Það sem ég held að við gert þáttin voru þessi 12. Því að það kom bara í ljós að þetta var bara áhugavert að hlusta á þetta og þetta er allt saman stórmerkilegt fólk sem er að bjóða sig fram. Þetta er fólk með bara merkilega reynslu og ég tala við þau öll nema Katrínu sem hefur ekki þegið búið að koma hingað við rauðaborðið en þetta er bara stórmerkilegt fólk. Og ég held að það hefur bara runnið fyrir fólki og ekki síst þeir sem ekki efst því að það fylgir oft því og kannski var það sem að Halla Hrund lendi í að þeir eru fremstur, þá er alltaf 18 ára ágjafi sem að segja að þú mátt helst ekki segja neitt, þú getur ekkert að vinna, allt að tapa og það á kannski við þessi efstu og umræðu þeirra geta til dæmis í pallborðinu og enn frekar fannst mér það í það sem Heimildi var með, það sem voru þessi efstu voru í hundleðlu þætti, síðan kom hinni þættirnir voru miklu skemmtilegri. Og það er bara vegna þess að þeir sem eru ekki ofarlega, þeir hafa alltaf sækja og þeir koma með eitthvað skemmtilegt inn í umræðuna á meðan það verður oft hannig og hefur verið og ég hef skoðað svona eldri kosningaumræður frá því 2016 og 96 getur orðið óbærilega leðilegt að hlusta á 4 efstu sem er að tala embætti sem er svona óljóst, allir að passa sig að stígi ekki á neitt og þetta verður svo mikið orðasallat að það bara er ekki hægt að hlusta á það. Þannig að sömuleyti
held að það sem skemmtilegt þessar kosningar núna eru bæði þetta spennandi en líka allir þessu fjöldi sem kemur Var það ekki það sem gerist? Vilja sleppa Ásdís Rán út úr keppninni eða Viktori nei það bara þetta ómissandi fólk í Já, þetta er mjög skemmtilegur hópur en einmitt, þetta er á RÚV, þau verður með aðra svona kappræður og við getum kannski ekki búið upp á nákvæmlega sama þannig að við bjóðum upp á þetta núna og svo verður annað þáttur rétt fyrir kostningar og ég meina það verður kannski öðruvísi þá í skoðanakönnunum En ég held að megi ekki þetta náttúrulega málanum núna hjá öllum en það sem auðvitað sko skiptir máli það sko hvar eru þessi vatnafskil að einhver sem hefur verið forsætisráðherra og farsæll get ekki boðið sér fram til forseta vegna þess að það er bara ósköp einfaldlega að þjóðarinnar að taka ákvörðun að vilja þennan eða vilja hann ekki. Það er ekkert sem að segir að þetta megi ekki eða eigi ekki að gerast. Það er engin siðferðilega álitaefni eftir því sem ég best það séð og ef ég sko horfi bara til þess að sko það er ekkit svo langt síðan að allar skoðanakönnanir voru þannig að hún væri óskakandidatinn og þá var hún forsætisráðherra í forsetaembætti og það er vegna þess að yfirleitt hefur hún siglt í gegnum sín störf þar sem hún hefur verið mjög sko í sviðsljósinu án þess að persónulega mistiga sig eins og eiginlega mjög margir stjórnmálamenn. Það er ekki hægt að draga fram að hún hafi verið með einhvern flottur ræfilsátt, að hún hafi orðið allt annars konar manneski, að hún hafi verið að skreita sig með einhverju svo framvegis. Og þess vegna finnst mér mjög merkilegt sem sessunautur minn segir hérna að það sem gerist núna er það að hún áttar sig á því að forsetaembættið er annað en forsætisráðherraembættið og þá kemur fjölskyldan með henni í meira mæli og segir við ætlum að styðja hana í þessu hlutverki en það er mjög merkilegt og ég held að allir ætti að hugsa það hversu þeir sem að unnið hafa með Katrínu Jakobsdóttur virða styðja við bakhjaðunni. Ef þú verður að ráða manneskju í starf myndi það vera forgangsatriði að ráða manneskju sem að rauk úr starfinu sem hún síðast var í. Ég meina, getum við treyst í að í nýja starfinu mun hún ekki líka yfirgefa. Við getum ekki treyst í. Mun bjóðast eitthvað betur. Hún er búin að vera í þessu hlutverki í öll þessi ár frá við og núlingu. Ég hef síðan að reyndar í hlutverki eins og að lesa upp úr sögum og falla fyrirlestrar krimma og allt mögulegt. Þannig að það er einstaklingur á bakvið þetta sem á sitt líf. En mjög skemmtilega þægilega nærveru og allt. Já, að meiga ekki skipta starfsvettvang án þess að það sé, sko það verður þá að segja af hverju, hvað er það sem gerir það verkum, að maður get ekki boðið sér fram í forsetaembætti, þó sem munurinn á henni og Ólafur Ragnari er það að hann var rosalega herskár, hann var óbúslega umdeildur og hann var mjög margir reiður út í hann. En hann var á sömuriti og útleið, sko. Hún er það ekki. Helga, ég held að komið fram hérna, hvað er hérna vandinn við þetta frambóð sem er gerir þessa kosningar það er að hérna kjósendur eru sömuleyti neyddir til þess að láta kosningabartuna snúast einhvern pólitískt uppgjör á ferli Katrínar Jakobsdóttur og það er það sem að verður röskunin og við erum kannski bara að vera vel eitthvað forseta en allir fáum við þetta verkefni og sem að þú sérð bara í umræðinni að veldur sko gríðalegri svona heitir skautum í samfélaginu. Við sjáum í könnunum að það eru 42% þjóðurna sem vill hann alls ekki sem forseta og það er hérna og það er hennar erfiðleikar í kosningabaráttunni að þótt hún hafi sko 25% sem að vilja hann þessu forseta þá þarf það að fara á móti þessum sko 42% sem að þú sérð að þeirra stuðningsyfirlýsingar að koma. Ég er bara vorkinni fólkinu sem er á Facebook að lýsa við stuðningi við Katrínu Jakobsdóttur. Því það bara riðst inn á þráðin hjá þeim, þú veist hvort að fólki sé geðveikt. Ég er ekki á Facebook þannig að ég þarf ekki óttast það. Kíkja á Vilja Birgis sem allt í með lýstu við stuðningi við Katrínu og það er bara komið sko margir metrar að bara hvað kom fyrir því Vilji. Það er samt rosalega merkilegt að fólk sem hefur átt samskipti hvort sem það er á kjarasamningasviðinu, ég átti samskipti þannig að þegar við vorum að setja hörpu á laggirnar, það er einhver vilji til þess að styðja við einhvern einstakling sem er lausnamiðaður og hefur tekist að sigla í gegnum mjög mörg verkefni. Það var líka við Hallur Hrund en Morgunblaðið dregur það upp eins og þessi spilling af því að fólki sem vann með henni í orkustofnum styður hana, að það dregur Morgunblaðið upp sem spillingur. Að munurinn er sá
að við erum með einstakling sem búinn að vera berskjaldaður mjög lengi og svo erum við með einhvern sem óþekktur eins og það alltaf hægt að sko, menn eru flekklausi kannski með eru óþekktir, en það komast óþekktar í gegnum mörg ár. Það eru forsetakosningar aftur 2028 og það engin ómissandi í þessu samfélagi. Það bara ekki nokkur manneskja eins og kom í ljós þegar Ólafur Ragnar ætlaði aldrei að geta hætt 2016 af því að hann hélt að væri ómissandi og svo komið út í ljós að það var bara alveg hægt að fylla þetta sæti bara með miklum sóma og hefði þetta meiri geta. Og það eitt af stórkostlega hjá Guðna að hann ákvaða sjálfur að hann ætlaði ekki, hann væri ekki ómissandi. Ég finn til með Sigurjóni bróður mínum að því að alls það sem maður kemur þá vill fólk tala forsetaembætti. Ég hef grunum að hann vilji sveigja þessu eitthvað annað. Já, ég ætla að gera það og vil gera það. Ég vil það sem í gærkvöldi með Eurovision, þetta sko strax komið svona gýðingahatarar eitthvað svona sem eitthvað svona einmitt verið að draga fólk í einhverja sko dilka sem jafnvel ekki til sko og en útreið Íslands var náttúrulega alveg skelfileg í þessu voru ekki lagst allara. Já, töpum. Lassi í fréttum, sko ég eins og organistinn í atónstöðinni, hann nefndi ekkert að vera að fylgjast með fréttum degi til dags í seinni heimsstyrjöldinni. Heldur sagði bara ég ætla að lesa þetta í nokkru línum í alfræðibóka eftir. Búið. Já, og ég fylgist nú ekki með Eurovision, ég var í leikhúsi gærkvöldi, en ég búin að lesa allt Eurovision í nokkru línum. Já, þetta meðal annars ég horfði á stigagjöfinni, ég hef aldrei hort á þáttinn, aldrei nokkuð tíma. Nema að Gleðibankan, þá var ég á sjó og vorum á Ísafirði og ég keypti 2 freyðinsflöskur til að ég trúði Eiríki Jónsson við myndum vinna, sko. Þannig að það var skjút upp en við drukkuðum nú samt sko en þetta sögulegt þessi þáttur í gær, þessi keppnin í gær, hún mjög söguleg. Já, ég horfði ekki, ég horf alltaf og bara hef mikil Eurovision kona en mér fannst þetta bara allt súrt í kringum þessa keppni og bara gæti ekki hugsa mér að horfa. Líka bara þetta fráleitt að halda því fram að þessi keppni sé ekki pólitísk. Hafa náttúrulega staðfestist þegar Rússum var meinu þáttaka svo bannaðir að bera palestíska fánan þarna og ég meina bara vera hæft að tjáningafrelsi fólks þannig að þetta allt fárlegt í kringum keppnina í ár og langaði ekki taka þátt í þessu. En þetta þá kannski koma úr böndan með ykkur að fullyrða að þetta sé bara búið það ráði ekki lengur við þetta að þetta alltaf pólitík sem kemur læðist inn í prógramið. Ég persónulega ég bara í fílu út í keppnina ég veit ekki hvernig þetta fer á næsta ári en já, ég held að þetta geta alveg örugglega dregið úr áhuga fólks á þessu bara því þetta allt eitthvað svo súrt bara. En einhver sem horfði á keppnina? Ég horfði ekki en ég heyrði í fréttum á leiðinni hingað að við hefðum verið í neðsta sæti í áhorfskeppninni með 3 stig og í seinni áhorfendakönnuninni þá var þó Malta með 13 stig þannig að auðvitað það eitthvað sem er súrt. Mér finnst þetta eiginlega bara ofboðslega sorglegt því að þetta svo Hvað? Fram að Íslands eða keppnin? Niðurstaðan fyrir allt heila klappið í Malmö núna. Ég held einhvern veginn að fréttum að dæma þá hefur svo margt verið öndvert og auðvitað það rétt sem kemur fram að það ekki tækt að halda þið fram að það sé engin pólitík tengslu við þetta hluti af því að sameina og það pólitík í því að reyna að sameina fólk á einhverjum öðrum grunni heldur en oftast og það hefur tekist virðist vera í áratugi en núna veit ég hreinlega ekki, ég veit ekki til hvers þetta leiði, ég hef aldrei verið Eurovision aðdáandi, hins vegar fannst mér mjög gaman að fylgjast með þegar Felix sem í framboði með manninum sínum var með einhverja undirbúningsþætti mér fannst það svo notalegt og huggulegt að horfa það þannig að, og auðvitað hefur maður verið með popp og snakk og eitthvað svoleiðis með fjölskylda að horfa á Eurovision og þetta var ekki hug núna engan, ekki Þetta svolítið barnefni líka Já, þetta samin af fjölskyldur eða hefur gert það. Já, neyðir suma til að sitja með Nei, mér fannst allt í lagi. Mér finnst alltaf gaman að horfa Eurovision, ég er ekkert Eurovision fan, mér finnst ég vildi ekki skemmtileg tónlist sem
fluttar, en með árunum hef ég haft áhuga á sviðsetningum. Já. Af því að ég er leikhúsmaður og það er alveg svakalega miklu breytingar sem hafa orðið á þessari keppni á þessu 67 árum sem hún hefur verið. Og ég hef vel ekki alltaf gaman af kosningum. Og og stigagjöf og svo framvegis, en bara eins og ástandið hefur verið núna og í aðdraganda þessara keppni í Malmö, það bara hafði ég engan áhuga, ég fannst engin gleði lengur fylgja þessu og ég fannst miklu meira gaman að labba í leikhúsi í gærkvöldi og fara í gegnum miðbæinn og sjá hann bara tróðfullan af fólki, þetta var mikið að ferða mönnum, en það var líka mikið á Íslendingum, þannig að þetta eru breytti tímar, við erum ekki lengur á sama stað og þeirra gleðibankjumar frumfluttur, við erum, bara samfélagur eru öðruvísi, menningarleysla er orðin öðruvísi, við erum fleiri tækifæri, við erum, getur þess vegna séð sjónvarpsefni á tímaplatti eða á vefnum eða hvað, við þurfum ekki að vera bundið með sjónvarpi og það er bara svo margt áhugavert að gerast í menningarlífinu á Íslandi sem er kannski bara miklu skemmtilegra og frjórra heldur en að sitja við stjáin. Þetta er ekki hæg þróun, það sést bara á ávarstölum á Eurovision núna og í fyrra að þetta er snögg þróun, það er svona kannski 40% þjóðurinn sneri sig frá þessu. Og sömuleyti er þetta niðurstaðan, þessi 3 stig er að það kom einhver stemming hérna upp einhver staðar á slóðum, sjálfstæðisflokkur, miðflokkur út að saga eitthvað að velja heru til þess að hindra það að færi palestínumaður í nafni Íslands sem hefði verið náttúrulega sögulegt og merkilegt og var með betra lag og allt saman, en þessi hópur náði einhvern veginn að senda sinn fulltrúa með þessum árangri, það fikk 3 stig. Þeir voru í aðdragandanum að þá reyndi Sigmundur meðal annars og Brynjar að gera þetta einhvern veginn svona pólitískt mat úr þessu, voru að reyna að fá Brynjar til þess að lýsa þessu og töldu þar með að Hera væri sinn fulltrúi einhvern veginn. Það hefur verið gaman að sjá áhorfstöluna þá Mér finnst það bara gott að það kemur í ljós hvert svona menningarlegt innsæi þessa hóps er, sem er náttúrulega ekki neitt. Nei, þeir náttúrulega líka Brynjar sem eitthvað kjánabrigata, þetta er ekki ég skilir, hann er sagði að vera húmoristi. Það var í kosningin hérna heima var rampolítísk. Og þetta er Eurovision pólitísk og hefur alltaf verið. Og það er ekki þetta, við erum bara annarkvort einhvern veginn lifið við það. Ég er minnst alltaf lagi að veltaði fyrir sér, eigum við að vera í svona, eigum við að ef ekki bara leyfa rússum að vera þarna og ef ekki bara leyfa íslandsmönnum að vera þarna, því að við erum að banna öðrum, að þá verðum við að banna báðum og segja sem að þetta er bara við bannum afskipti stjórnvalda að þessu, reynum að gera þetta einhvern veginn að það sé á vegum að þjóðirnar sé að hittast en ekki helviti stjórnvaldin, eitthvað svoleiðis, kannski er það ekki hægt og þá bara eigum við að leggja þetta af, því að við getum ekki verið með einhverja keppni milli Netanyahu og Orbán og Rishi Sunak einhvern veginn að vera með einhverja ég held að fólk með bara snúa sér frá þessu. Já, ég held að veit nú ekki hvort þetta sé síðasta keppnin en það kemur ljós. Þau þurfa einhvern veginn að endurfæða hana, hún gengur ekki svona. En núna er stutt eftir reyndar að nú fer þingið að stoppa. Því að það náttúrulega verður að gefa rými fyrir forsetakosningar og það eru mörg erfið mál í þinginu. Frá fyrirverandi forsætisráðherra. Já, hún lagði fram með að í hennar ráðherratíð í matvælaráðuneytinu var þetta lagareldis frumvarp til. Og ég er svolítið að hugsa sanngirnisbætur fyrir sem er ekki að horfið sem er bara á byrjunarreit frá því hún skildi eftir það 9. nóvember síðastliðinn. Jóhanna Sigurðardóttir flutti sambærilegt frumvarp, reynda miklu betra og mannstulegra á sínum tíma 2010 sem að flaug á nokkrum vikum gegnum þingið í þverpólitískri sátt. Þetta er bara að stoppa byrjunarreit í nefndinni sem það vísa til í byrjun. Það er einhver svona mál sem að maður hugsa hefði ekki verið betra að klára þau. Segir nú ekki meira en lagareldið alvarlega mál. Ég má ekki aðeins kroppa mig. Þegar við tala sanngirnisbætur, þá ég var ritstjórinn sem stýrði umfjöldunum Breiðavíkurmálin og svo fórum við hitt bara voru alltaf eftir og mér finnst alltaf þegar ég kom sanngirnisbætur
Þá finnst mér svona, já, vast segur, sko, undan þetta var ofboðslega erfitt mál að vinna, alveg ofboðslega erfitt, það var alveg grátandi fólkin á ríkisstjórninni dag eftir dag og þetta var mikil sorg og mikil átök við þetta. Já, þetta fólk, sko, sem að þarna undir, til dæmis vöggustofubörnin og fleiri, vöggustofubörnin elstu eru 75 ára í dag, þau sem á lífi, samkvæmt skýrslu rannsóknarnefndar, þá var dauðsföll miklu tíðari, meðal þessar barna, þau létust yngri, heldur eins að jafnaldra þeirra, þau áttu við mjög mörg vandamál að stríða í gegnum líf sitt, það miklu tíðari að... Ég verð ekki að gera lítið. Nei, ég veit að ég tók það alls ekki þannig, það miklu tíðari að fólk hafi verið á örkubótum og vandamál það algengasta sem að geðraskanir ýmsar sem að þetta fólk hefur glímt við og í sama burði við jafnaldra þeirra á hverjum tíma fyrir sig þetta sláandi tölur. Og núna líður þetta fólk sem elstur og 75 ára þeir fáu sem enn á lífi. Ef við bíðum lengur þá munu þeir falla frá. Þannig að við erum að tala sko börnin sem bjuggu við mesta harðræðið frá 1949 til 1963 sem hættust þessum árum. Til hvað sagður? Mest 63, það vegustofan var Hlíðarenda. Hún var raun og veru bara algjört fangelsi, hún var gjörgæsludeild, hún var sjúkrahús fyrir raun og veru gjörgæsludeild fyrir fullfríska börn sem urðu veik að því að vera þar. Þessi börn að bíða eftir meðal annars þetta frumvarp gangi í gegn. Það fast síðan 9. nóvember í nefnd. Og hefur ekki hakkast þá eftir að fara úr nefndinni, fara í umræðu, fara aftur í nefnd, fara síðan í umræðu. Þetta tók á sín tíma nokkra vikur. Þetta eitt af þessum málum sem eftir og bara segir eftir hverju vera að bíða eftir þessi börn degi. Mér heyrðist nú bara Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra sem að náttúrulega núna komið með þetta mála í sitt fang, sko, að bara vera að drepa þetta mál, eiginlega. Þannig að klára þetta. Nei, að klára þetta ekki. Þetta reyndar arfarslæmt frumvarp sem kallaði fram. Ég veit ekki miður að segja það. Ef maður ber það sama með frumvarp Jóhannu frá 2010, þá verður maður bara sár og reiður, sko, hvers konar niðurlæging þetta frumvarp og kannski eins gott að það í sjálfur sér verði ekki samþykkt. En ég óskaði eftir því að ég var kallaði fyrir þingnefnd á sínum tíma þarna fyrir vetur að það bara framlengt þetta frumvarp bara á 2010 það miklu mannstilega eða sami í anda þess nýtt frumvarp. En þetta bara eitt af þessum málum að þetta að hætti í miðri á, sko. Þetta svona, þetta segir bara, veist hvað, ég meina það verða forsetakosningar 2028, 2032, 2036. Við verðum að sveigja umræðin aftur í því. Já, bendið á það. Ég held að hýttupottandir séu svolítið þannig í dag. Það endar allt, sveigist allt í umræðin forsetakosningar. En það náttúrulega dásamlegt að þjóðin sé þannig að henni finnist jafn mikilvægt að fylgjast með þessu embætti sem að sumi voru búin að tala niður í algjört valdaleysi. Þannig að ég held að það sé, og ég altek heilsvegar undir að það var gaman að horfa á þessa 12 sem voru svona mismunandi og ekki síst þá sem að þú nefndi þegar þannig að en varðandi sko þingmál þetta sko það var svo átakanlegt að fylgjast með þessum úttektum sem að þú þá Sigurjón áttir þátti að fóra á stað og að horfa á Viðar tala þar sem að hann kom að og svona að mann óraði ekkert fyrir því að svona væri í íslensku þjóðfélagi, eða ekki mig og þetta kannski hafa einhverju þekkt til þess en þetta eitthvað sko með bara lýsingarnar á þessu vöggustofumál, þetta maður finnur til í hjartanu og ég veit ekki hvernig hægt að bæta það, en mér finnst það mjög slæmt ef að frumvarp bara lýst yfir að það eigi að drepa það, því að það eitt af því sem ég finnst erfiðast í íslensku stjórnmálum, það að menn telji sig ekki sko skuldbundum, ég finnst alveg ég hætti ekki að hugsa það að við settum stjórnarskrármálið okkar í tiltekinn farveg
og að það sé hægt bara að segja að það þarf ekkert að fylgja því eftir, við bara tökum þá ákvörðuna því að það er þingi sem þarf að ákveða. Mér hefur fundist það svoleiðis mál á ekkert að vera hægt að svæfa nema með því að þjóðin sjálf tæki ákvörðun það aftur vegna þess að hún tók ákvörðun fyrr í málinu þannig að og mér finnst þetta alveg mér finnst þessi hlutir sem að ég hef verið að upplifa sem ofboðslega mikilvæga í húsnæðismálunum þar sem að innviðaráðherra sem nú er orðin fjármálaráðherra setur tilteknar hluti á dagskrá og skilgreinin tilteknar hluti sem ég held að séu mjög góðir fyrir þá sem þurfa á húsnæði að halda, svo bara stoppaði alltaf í fjármálaráðuneytinu. Það samgöngusáttmálinn sem að, ég held að sé eitt af brýnustu málum í loftslagsmálum og öllu og bara breyttum ferðavenjum. Engin peningur til. Eða hvað þá með nýja öryrkjafrumvarpi sem vísugallað en eru líka framför í því. Það er á hækkun til. Vandinn við það frumvarp er það vantar náttúrulega fjármögnunum til þess að sé tekjuleiðrétting sem að öryrkjar hafa verið að bíða eftir frá hruni af því að þeir allir þurft að taka þessu byrðar að þá setja öryrkjar og eftirlaunafólk ennþá með byrðarnar. Og núna er bara búið að ákveða það eigi bara vanti pening og það er best að öryrkjarnir borgi það næsta árið. Þetta er auðvitað skelfilegt. Þetta er skelfilegt hvernig farið er með jaðarsett og illasett og fátækt fólk á Íslandi. Það er alltaf þau sem eiga að bera mestu byrðarna til að borga það sem aðrir þurfa að fá. Tími líður hratt á gerfinni þetta og ég ætla að fara að loka mælendaskrá. Þátturinn er orðin 10 mínútur lengri heldur en að til stóð. Er eitthvað svona sem að við höfum ekki komið að en þið brennið fyrir? Já, meina. Ég get alveg brunnið fyrir af því að hann var að rekja Gunnar Smári þess að þætti frá Bretlandi. Ein af mínum eftirlætisbókum er Post-War Europe, sakfræðið eftir Tony Judd. Það sem að meðalann, og þar er rakið þau vatnaskil sem verða með nýfrjálsvíkinu, með Thatcher og hvernig þegar hún fer í burtu þó auðvitað hafi hún verið að takast á við vandamál sem henni einhver leyti tókst að leysa en þegar hún fer í burtu að þá eru öll kerfin hrunin, hinn stolta stjórnsýsla Breta með sinn civil service, hún hafi verið kaffarð af því að það var ekki traust borið til hennar og það var eintómi pólitískir aðstofamenn sem voru teknir inn og ég held að það sé eitt af því sem að við eigum að hugsa alveg ofboðslega mikið hver er ábyrgð hvers og eins og ég held að það sem eitt af því sem er bara vandamál eins og við lagareldisfrumvarpið er það þegar að menn einhvern veginn vita ekki hver ber ábyrgð á hverju og það sé hægt að taka sérhagsmannaöfl inn og leyfa þeim að breyta lagafrumvörpum sem eru undirbúnar af sérfræðingum og við höfum hort upp á þetta og það er gerst í Bretland og annars staðar líka að eftirlitsstofnanir hafa markvisst verið veiklaðar endalaust þannig að það sem maður á að eiga athvarf til þess að réttum lögum og réttum leikreglum sé framfylgt, þar er ekkit athvarf vegna þess að það er búið að veikja það svo mikið. Og það til dæmis bara eins og fjármálaeftirliti sem á sínum tíma, það voru meira sér bankarnir sem eru eftirlitsskyldu aðilarnir, þeir vildu hækka framlögin til þess að endurheimta traust, en það var ekki viljið til þess einhvern veginn að fylgja því eftir og hugsið ykkur hvað skortur á eftirliti þar kostaði marga mikið. Og skattrannsóknarstjórar sem er búið að veikja viljandi. Umhverfisstofnun, matvælastofnun, alveg saman hvað það er. Og orkustofnunin í eitthvað annað því að þeir voru ekki ánægðir með línuna sem að var lögð þar. Orkustofnun? Já, þetta er bara umhverfis og orkustofnun eða eitthvað leys. Það er bara í gangi mér líka að segja, svona valdarán. Aðför. Það er verið að veikja almannavaldið sem er náttúrulega framkvæmda armur lýðræðisins, gagnvart sérhagsmunum sem er náttúrulega bara annað orðið yfir eina ríku. Það er ekki sérhagsmunir öryrkja sem við verðum að tala um, það er að tala um sérhagsmunni penningavaldsins. Herðu, en hér er verið að kaflaskilja þessum þætti. Við ætlum að þakka Viðar, Helga og Sunna fyrir komuna. En við sýtum eftir bræður að venju og Ragnhildur Helgadóttir, rektor í Háskólanum í Reykjavík kemur til okkar. Þakka til að heyra í henni, hún er svo skemmtileg. Og við líka. Þetta logo góður. Við vorum þetta var orðið svo dögt þannig í lokin en nú erum við að hlæja aftur, það er gott. Nei, þetta var fínt. Svona tala fólk saman. Bless í bili.
Já, herru, það er von á Ragnhildi Helga, dóttur rektor Háskólans hérna eftir smá stund en við ætlum aðeins að taka stöðuna á, ég veit ekki, pólitíkinni, þú varst nú að reyna að færa umræðina yfir í pólitíkina en því var snarlega svegt yfir í umræður forsetakjör. Já, það er hérna, forsetakjöri er greinilega það mál sem fólk vil helst ræðum og kannski eðlilega. Við erum að kveðja fína forseta og við erum að ráða nýjan í starfið. Já, mér finnst það svona sem að ég fer, að fólk vil tala um þetta. Já. Og alls konar. Já, bara gaman hvað er mikill áhugi fyrir þessu og hérna... Og mér finnst það svolítið munur að því að ég var að reyna að koma að þarna með þess að 12 að þegar ég hitti svona fólk á förnum vegi að þá hérna, mikið verið að tala um bara alls konar einhver að þessum 12 sko, út og suður. En svo finnst mér að svona alltaf í fréttatímanum, já, er þetta ekki bara keppni milli tveggja þessu svona fjölmiðla umfjöldin sem alltaf reyna að þrengita í því að verða helst bara 2 valkosti. Á meðan að ég upplifi það þegar það sem ég fer að fólk hefur mjög gaman að því að tala um alla breytina sko. Þú veist. Mér sýnist líka hérna, ég sagði nú reyndar áðan líka, mér finnst hérna sko Halla Tómasdóttir er byrjað að eykst fylgi við hana, sanga skólanakonnum og ég held að hún getur verið ólíkita 12 sko, hún fekk fína kosningu sko fyrir 8 árum. Við svolítið sérstakar aðstæðu sem að verður að taka fram að þar var hún ein kona milli 4 efstu sem að þannig ég held að hafi spilað inn í það, en hún náttúrulega stóð sér vel, hún sækir á í það sem að kemur vel fyrir, það sem að frambjóðu koma saman, þá sækir hún á. Við myndum sko ekki bara henni, fleirum þarna sem myndum alveg treysta fyrir forsetaembættinu og hún er alveg örugglega í þeim hópi. Það er reyndar öll bara, það er bara hver með sínum hætti. Já, það er eins og sé eitthvað svona ákafi í því að sko að því að segjum þetta sé saga að þá er svona sagan eftir að svona svolítið að koma fram hvernig kosningabaráttu þetta verður. Mér er svolítið svona ákafi í því, nú verður 3 vikur í þetta, var í gær, þannig að ég myndi halda kannski að væri ekki fyrir en að væri 10 dagar eða vika, þá getur það að væri ljóst sko hérna hverjir væru umverulega að bítast möguleikann sko. Mér finnst hérna skrítin þessi ákafi að einhvern veginn að reyna að tekna þetta upp í sem eitthvað svona baráttu á milli ykkur að tveggja. Þetta er eitthvað svona húsasótt í fjölmiðlunum, alveg bara frá því að tveggja turnatalið hérna í byrjun aldarinnar sjálfstæðisflokk og samfylkinguna og sem að síðan var ekkert sko, það var ekkert saga íslenskra stjórnmála og það var eina kosningar allavega. Já, og svona þetta ætti að vera fyrst Rössu var formaður. Sem ætti að vera hérna þú veist, það ætti að vera þröngva búið til sögu. Ég var að tala um sögur af því að Viðar talaði svolítið hérna vel á lengi hérna Katrínu og var að tala svona þetta með því að stíga upp. Hann fór svo að tala frá hálfkóruðum verkum eða frá óvinsælli ríkisstjórn og ég var svona velta fyrir mér sko að því að við hugsum svolítið í sögum og segjum að þetta væri bara grimsamyndiri Katrínu Jakobsdóttur sem var forsætisráðherra og ákveðu svo allt í einu að hætta og verða í forsetakjör. Svona grímsævindurinn, myndi Katrínu Jakobsdóttur farnast vel í grímsævindirinu eða verður þetta saga að einhvern veginn kæmu örlögin og myndu tuskana til? Ég held að þetta sé svolítið þannig og það er verið að glíma það, hvort þetta sé sérstætt góð saga eða hvort þetta sé vond saga sem er verið að segja. Sem er svolítið sko stór hluti af kosningabaráttunni þetta. Já. En þingið, hvað, hérna, það eru stórmálin í þinginu? Já, það er það náttúrulega fjármálaáætlunin til dæmis. Já, hún rennir nú bara... Já, ég maður reyna að gera lítið úr henni, sko, ef maður tala um þingmenn, þá er maður náttúrulega bara skammaður, þetta sé mjög merkilegt plagg. Já, en hún, hérna, það verður enga breytingar á henni. Nei, sko, þeir að fá dóma fyrir það að það er engar lausnir á efnahagsvandanum. Sem segir líka okkur það að íslenska ríkið, samfélagið, er vanfjármagnað. Það vantar pening. Þessi ríkisstjórn alltaf ekki að breyta stefnu sinni. Nei, ég veit það, en ég er að segja, við sjáum það bara alltaf, núna, alltaf, að það er vanfjármagnað. Það getur ekki rekið Ísland, rekið samfélagið. Við sjáum það eins og
Helga Jónsdóttir benti hérna á til dæmis að eru sko samgöngumálin og svo það menntamál og fleira. Það sem við höfum ekki peninga til að gera það sem þarf að gera. Allir sjá. Við sjáum holóttu vegina, við sjáum þetta allt saman og við sjáum það að vestur í Dölum með fólk að rífa ónýtt slitlag af vegunum og gera aftur að mala vegum bara í sjálfboðavinnu, bara til að bjarga sér og sínu og þetta er hverju lýsir þetta? Það bara það að við höfum ekki tekjur til að viðhalda samfélaginu okkar og meðal annars vegna þess að við sækjum ekki peninga þangað sem þá að sækja. Síður en svo, því að ég held að Óli Björn hafi reiknað út að Bjarni Benediktsson hafi lækkað skatta fyrst og fremst til hinna efnameiri 80 milljarða. Það bara peningur sem vantaði. Á tímabili þar sem við hefðum átt að vera að hækka skatta til hinna efnameiri þeirra sem að við sjáum það alveg í gegnum COVID og fleira, það verður mikill eigna ójöfnuður, að þeir sem eiga lítið hafa enga möguleika á eignast neitt, en þeir sem eiga eitthvað, það þeir eignast meira og það er náttúrulega staða það sem ætti að leggja á eitthvað svona auðlegðarskatt eða eignaskatta, en það var ekki gert, þetta þvert á móti voru lækkað skattanir og þar leiðandi sittum við upp með þetta og fjármálaáætlun segir það að þessi stefnu verður óbreytt til 2029, við ætlum að halda áfram að svelta innviðina og grunnkerfin og það er bara stefnan. Ég held að hún fari gennum þingið án einhverja breytinga þessi fjármálaáætlun. Það er hins vegar hvað ætlar að gera við lagareldið, verður breytingar á því, sama með almannatryggingar sem það verða náttúrulega eitthvað, nú kemur eitthvað deadline í lagareldið, þannig að þetta er ekki alla eilíð sem þið fá. En er það raunveruleg breyting? Hvort það sé 16 ári einu? Já, ég veit ekki, en þó sjáum við þó eitthvað ef eitthvað fer úrskeiðis og verri vegu, þá er þetta tímabundið, okkur líður strax betur með það, en þetta er samt drullu makari. Það var breytt þannig að upphaflega þátti þetta að vera tímabundið og það verið hægt að taka leyfi af og ef að þú gerðir eitthvað af þér, að þá voru skert útlutanirnar, síðan verður svo breytt yfir í sektir, þannig ef við látum eitthvað fá þetta í 16 ár og hann fær bara eitthvað sektir eða verður eitthvað að, það sé ekki heimil til þess að taka af hannu leyfið, að þá er þetta bara svipað og í fiskveiðiauðlundinni að þeir sem að fá kvótan eru eigan raunverulega sko. Já. Þannig að það er ekki gefið að sú breyting að fara yfir ævarandinn í 16 sé raunverulega breyting. Nei, við höfum eftir að sjá hvort að verði eitthvað hvað er á þessu annað. Þeir breyttu þessu, þeir voru upphaflega með því að ef að þú stendst ekki í kröfur að þá sé þetta skerða leyfið þín eða taka það af þér, en núna er þetta orðið nei, það á bara að vera sektir. Og í svona multi-trillion billion business að þá eru sektirna bara eitthvað sem að þú bara En Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, hún er búin að vera eitthvað að vinna í þessu, ég veit ekki hvernig niðurstaðan verður, en býða með þá endur við sjáum það hvort að verði eitthvað, svo þetta bara 16 ári eða hvort að sé eitthvað eins og þú tala það er sektir og leyfissvipting, ég veit það ekki. En þá er það spurningi hvort að þingi sé nógu langt til þess að ná slíku breytingum í gegnum í því frumvarpi. Það sama á við almannatryggingarnar sem að vandinn í því er náttúrulega vannfjármögnun, að það næst ekki í gegn nógu mikil kjarabót og svo annað er að þær breytingar sem verið að boða, að þær eru ófyrirsjáanlegar vegna þess að eftir að koma í ljós í hvernig verður staðið að þessu mati á vinnugetu fólks og líka þú veist hvort að hvernig á að standa því að búa til störf sem að henta þeim sem að geta bara unni hlutastörf og kannski þurfa að fara frá störfum í 3 mánuði eða 6 mánuði út af því ef að að því að margir sjúkdómar eru í svona köstum þar sem að þú getur unnið kannski ágætlega en svo koma tími þar sem þú getur það ekki þannig að það er svo margt sem ættur að koma í ljós þannig að þessi skammi tími nú á bara að vera einhver vika og svo reknaði líklega með 10 dögum eftir forstakostingar að svona mál sem að koma svona kannski svona hálfbökuð inn í þingið hvort að þingir á þau við það og síðan að mynda nýtt samkommulag milli flokkana niðurstöðuna því að það er ég held að þessi langt á milli VG og Sjálfstæðisflokksins í almannatryggingamálinu. Það er nú alltaf reddast. Þegar þá greinir á eitthvað þá hefur það bara reddast. Stundum er það svæft sko, sérstaklega ef það málið er frá VG. Já, Bjarni reddar þessu. Þá er það bara kæft málið eins og var gert við Hálendisþjóðgarðinn og fleiri mál þar sem að VG hefur komið fram sem að Sjálfstæðisflokkurinn og þeir sem að Sjálfstæðisflokkurinn að vinna fyrir telja að vera einhvern veginn sína hagsmuni. Herðum eins og fleiri þá nota ég stundum sunnudagsmótnana til að lesa þingræður
og ég held að ég sé ekki einn þetta, en ég las að frá Guðmund Inga Kristinsinni, Flokki fólksins, hann var að tala Þórkötlu, sem að kaupa eignirnar í Grindavík, og hann lætur að því liggja að hraði afgreiðsluna frá Þórkötlu miðið svolítið við flokkskírtinni. Já, þingmaðurinn sagði þetta í ræðustól Alþingis, hann lítur að eitthvað fyrir sér, að það sem sagt að fólki sé mismunað í uppgjörum eftir hvaða flokki það er. Og það er best að vera í þáttarflokkum og miðflokkum? Ég hugsa það. Miðflokkurinn er mjög sterkur í bæjarstjórnina? Já, en þetta er þessi Þórkalla, þetta er nýja ríkisfyrirtæki sem heyri beint undir fjármálaráðherra væntanlega. En þessi ástandi sem að þú lýstir hérna áðan að maður verður að vera í réttu flokki til að fá fyrirgjörstur? Já, það er frá því ég var rúmlega 20 að kaupa mínu fyrst íbúð. Já, en þetta er sko, sá sem að talar í ræðustól Alþingis, hann getur ekki verið með tómt rugl. Það er nú stundum fyrir það tómt rugl. Já, en þú kemur með eitthvað svona, þá hlýtur að vera með ykkur uppákomur sem að staðfesta það sem sagt er. Líklega er þetta allavega það sem að Grindvíkingar er að ræða sín á milli. Já, og ef þetta væri blaðamaður að skrifa frétt með svona, þá myndi maður segja, Pétur, hver sagði þetta? Já, hringdu aftur og hringdi þennan líka, þetta er svo mikið mál, ef það er þannig að það er ráðist af stjórnmálskoðunum fólks, hversu hraða afgjörslega fær hjá Þórköllu, þá er það alveg gaggala kú. Og bara eitthvað sem má ekki vera. En þetta hættir aldrei. Þetta hefur daginn að því að ég er á biðlista eftir nokkrum sérfræðileiknum og búin að vera bráðum að vera afsammali og ég var að beinin á sendar inn. Það datt mér daginn allir, ég sé ekki bara einhverju bannlista það er svo náttúrulega búa bara býr fólk kannski almennt við þetta á Íslandi að þurfa að bíða í ár eftir viðtalið á sérfræðileikni sem er náttúrulega algjörlega óbóðlegt og merkjum. En ég bara, að því þú nefndir þetta, þá var ég að viðkynna, ég var bara eitthvað að tannbusta með daginn og hugsaði að allir sé ekki bara einhverju bannlista því ég var að tekka á heilsuvöru, það líti að vera að koma boðun og einhverju af þessum sérfræðingum. En það var ársammali, það sem að heimilislæknirinn sendi beiðinni viðtal. Þetta er hryllingur, þetta er það. Og svo leyfa stjórnmálamenn leyfa sér að segja að við búum við besta heilbrigðiskerfi í heimi. Og dittur nú dattinn, sko, hvergi betra að búa, sjáðu ekki veisluna, hvergi meiri jöfnuður, hvergi meiri jafnrétti. Þetta er ekki glæsileg mynd. Og það held ég að þetta blandið svolítið inn í forsetakosningarnar sem að veldur svona svolítið kannski sem að við komum kannski inn á spjallinu við Ragnhildi núna eftir, þar sem að eru frambjóðendur sem eru að leggja raunverulega til að verði breytingar, að forseti taki til sín miklu meira vald. Myndi sína ríkisstjórn. Eru það sömu leyti, myndi ég, þegar maður horfir á þetta bara svona fjarska, þá er þetta birtingamyndir svona einhverjar óánægju í samfélaginu með að stjórnvöld séu ekki að vinna í þágu almennings, heldur einhverja annara, sem að ég held að sé miklu meiri núna heldur en meiri 2016, 96, örglega 1980 eða 68. Ég upplýði það þannig, sko, að það sé og það þessi frambjóðendur sem eru að leggja til að forsetinn svona setji stjórnmálunum einhvern veginn stóli fyrir dyrnar. Þessi frambjóðendur eru að svara einhverju sem er raunverulegt í íslensku samfélagi. Og þeir eru ekkert einir þá hugsun þeir að segja frá, sko. Alls ekki. En er ekki tími til komin að við fáum rektorinn bara inn og förum að tala forsetaembættið. Við gerum núna örstutlé og svo kemur Ragnhildur Helgadóttir rektor og doktor í lögfræði hér eftir örskamma stund. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað. Og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt.
Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitin verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Félagar og forvitnir eru velkomnir í Sósíalista kaffið alla laugardaga í Bolholti 6 kl. 11:30. Tökum pásu frá kapítalíska hversdeginum og njótum góðra stunda með félögum okkar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga kl. 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bolholt 6, 105 Reykjavík. Já, við ætlum að halda áfram að tala forsetann, forsetakjörið og
svona bara hluta af því sem er í umræðinni en er þó svolítið fyrirferðarmikið. Það svona valdmörk forsetans, hvaða völd hefur hann, hvað má hann og hvað má hann ekki og hvað gæti hann gert sem að fyrirforsetar hafa ekki gert og hvað þetta liggur, þetta sem að einhver sagði að væri óskiljanleg starfslýsing sem að í stjórnarskráni. Til að ræða þetta hingað komin Ragnhildur Helgadóttir sem rektor í háskólanum en prófessor og doktor í lögum og stjórnskipunarrétti. Þetta þitt svið. Þetta mitt svið. Þetta finnst mér allra skemmtilegast. Þið þá að finna skaman af kappræðunum og sérstaklega þegar allir 12 mæta. Já. Því að það eiginlega frekar í svona þeim sem hafa minna fylgi þar sem að koma fram svona djarfari túlkanir á því hvað forsetinn má og hvaða völd hann hefur. Jú, sko, mér finnst það óbúslega gaman þegar allir eru saman vegna þess að bæði eins og var á RÚV, bara maður þarf að heyra margar raddir og svo vorum við upp í Háskólanum í Reykjavík með fund þar sem að voru 300 nemendur í sal og það var bara að tala við það fólk af svo mikill alvöru og einlægni og það kann maður svo óbúslega vel að meta. Ég hlusta á þetta á netinu, þetta var fítfundur. Sem að þú stjórnar. Jú. Þannig að það var, þú veist, þannig að ég hef voða gaman að þessu. En að því sögðu þá auðvitað líka sagðir bara hluti sem fara út fyrir það sem að stjórnarskráin leyfir. Þannig að mér finnst alveg ástæða til að fara pínlítið yfir sko hvað eru túlkunaratriði, hvað á hreyfingu. En það að hluti sé á hreyfingu og eins og þið vitið, það að sé hægt að túlka orð þýðir ekki að sé hægt að fara með þau alveg hvert sem er. Þau eru samt og setja einhverja svona ytri-grensur. Já, ef við ekki að reyna að finna hverju þar eru, eða að þínum mati. Sá sem að mér finnst ganga lengst, ef að svo má orða, held ég að sé Eiríkur Ingi, sem að sagði hérna í viðtali við mig, að ef hann í kjörinn, svona upp úr 1. ágúst, þá myndi hann láta þingi vita það, að hann sætti sig ekki við þessa ríkisstjórn sem að væri. Og hann ætlaði að skipa nýja ríkisstjórn. Hann hefur gengið allangt og það hefur enda Viktor Traustason gert líka. Já, með þarna að skrifa ekki undir lög sem að nema hafi meiri... Nei, hann hefur talað að ráðherrar siti í hans umboði sérstaklega. Hvað hafa þessi menn fyrir sér í þessu? Sko, það sem þeir hafa fyrir sér í þessu er að það eru 19 eða eitthvað svoleiðis, greinar í stjórnarskrá, nú man ég ekki númerið, sem að leggja heimildir til forseta Íslands. Og svo eru 2 til 3 sem taka það hér bil allt tilbaka. Með því að segja að Íslands í lýðveldi með þingbundinni stjórn, sem líka stjórnskipunarvenja og í því felst að það þingið sem ákveður hverju situr í ríkisstjórn. Þingið verður að styðja eða þola ríkisstjórn hverju sinni. Þannig að það sé forseta bara að velja það einfaldlega ekki rétt. Og þetta var öðruvísi fyrir 1885, þá var það þannig í Danmörku og Noregi að það var konungur sem valdi. En þá var í raun og veru ekki lýðræðislegt umboð hjá ráðherrunum heldur bara hjá þinginu. Þannig að það var óskaplegur lýðræðis sigur á sínum tíma þegar þingi fór að ráða því hverju sitja í ríkisstjórn í stað konungs. Og raunverulega mynda ríkisstjórn með því að meiri hlutin í þinginu kemur sér saman til þennan ríkisstjórn. Já, eða minni hluti og einhverjir ætla að leyfa því að dangla. Og sanna það fyrir forsetunum að þeir hafi meiri hluta. Það stundum komið þannig að það hefur þurft að sanna það í prívat viðtölum. Ég held að það hefur verið þannig í tímabili í ríkisstjórninni 88 til 91 að það var svona óvissa hvort hún hefði meiri hluta. Já, og ég meina það hafa allir verið frekar opinskáð með það að ef að það einhver vafi þá hlerar nú forseti Íslands og svoleiðis, þú veist, bara að það sé örugglega, enda hafa þeir sem hafa skrifað þetta og það Ólafur Jóhannesson og fleiri hafa talað sko það væri brot af hálfu forseta að skipa ríkisstjórn sem að þingi vill alls ekki. En það sem gerist þá það að þingi samþykkir á hana vantraust og þar með þarf hún að víkja og þannig erum við komin inn í einhverja lúppu. Förum við yfir það, segjum að Eiríkur Björnsson fyrir lýðveldisstofnun þegar hann stofnar utanþingsstjórn. Hann skipar utanþingsstjórn eftir marga mánuði sem að ekki tókst að mynda þingstjórn og utanþingsstjórnin var bara þangað til þingið fann út úr þessu
og þá vekum. En þurfti hann að bera sig eitthvað sama við formi flokka? Já, hann var vitað að hún yrði ekki felld. Og það er engin deilur það að þetta er það sem að forseti gæti þurft að gera, að ef að það bara myndast ekki ríkisstjórn með þingmeirihluta og þá kemur tvennt ekki greina, að bara efna til nýra kosninga, eða þá að forseti myndi utanþingsstjórn og þá er það stjórn sem að þingið sætti sig við. Styður hana kannski ekki en þolir hana sætti sig ekki við það, þá mun þingið líklega mynda bara nýja ríkisstjórn og þá er þessu utanþingsstjórn farin. En pröfum að segjum að Eiríkur sé kosinn og hann tilkynir þinginu að hann ætlar að mynda Eiríkisstjórn og gefur þeim svona umstóltunartíma til þess að hvernig þau ætla að setja sig við þetta og svo 15. ágúst að þá mætir hann og segir að heldur ríkisráðsfund, boða til ríkisráðsfundar, ég veit ekki hvort að hann getur gert það ekki og hann tilkynir öllum ráðherrunum sem mæta á ríkisráðsfundin að hann vísi þeim út úr ríkisráðinu. Já. Og ég ætla að mynda þessa ríkisstjórn. Hvað myndi gerast? Sko, loksins er einhver sem kann að fara almennilega í hvað gerist þá. Ég hef alltaf verið að bíða eftir þessum spurningum og það kom aldrei. Sko, það sem gerist þá er það að þá förum við í næstu grein sem að tekur völd frá forseta, ef svo má segja, sem er 19. grein stjórnarskrárinnar, en þar segir undirskrift forseta undir lög og stjórnarmálefni, veitir þeim gildi, ráðherra ritar undir þeim með honum. Þannig að stjórnin sem að Eiríkur ætlar að reka heim og hann, þú veist, það er nú ljótt að tala svona meitt frambjóðanda, ef einhver ætlar að gera þetta. Hann hefur farið lengst með þetta. Þá stjórnin sem hann ætlar að reka heim, ég ímynda mér að forsætisráðherra myndi ekki skrifa undir laust frá embætti með forseta og þar með tekur það ekki gildi. Og þá segir Eiríkur, það sem að þið farið ekki að því sem ég segi og ég tel mig hafa rétt til þess í stjórnarskránni, að þá mun ég ekki samþykkja nein lög sem að kemur frá ykkur. Og þangað til að þið trillist og samþykkja á mig vantraust og þá verða kosningar hér forseta og þá verður að kosningin raunverulega það hvort að þjóðin velji my way eða ykkar. Eða þú highway. Það sem að, ég meina þetta er mekanismin sem en ef við horfum á, öll erum við fólk sko, ef við horfum á reyndina, þá hefur fólk iðulega, og ég er að hugsa flugfræði verkfall á kvennafrídegi og ýmislegt, iðulega tósast fólk á og svo lendir það hlutunum annarkvort einhverju breytt eða fólk gefur sig eða hvoru megin sem það er. En ef við sjáum fyrir okkur að allir séu stáli, enginn hlusti neitt og allir bara keyri, þá getur þetta alveg verið. En tökum þá eftir því að stjórnarskráin með mekanisma til þess að leysa úr þessu. En sem umlega val þjóðarinnar, hvort viltu fara leið forsetans eða þingsins? Fyrst þarf 3/4 hluta atkvæða í þinginu. Sem að ég myndi reikna með að vera auðvelt að fá. Já, og þá er forsetavalið vikið úr embætti og þá þarf ekki kosningar eftir það. Ef ég man rétt, það þarf bara kosningar ef að nú skulum við flettu. Já, ég held að flettum. Þá er engin forseti á Íslandi, hvað gerum við þá? Kjósum nýjan. Þá býður bara eins og einhver og Eiríkur kosin aftur. Þá erum við komin inn í sama og með hitt og með vantrausti, þá erum við komin inn í lúpu. Nei, það Sko, mér heyrist það sumum eins og Eiríki og jafnvel Arnari Þór að þau með það sem þeir leggja fram að þeir séu til í smá stjórnarkreppu. Þú veist að þeir eru til að vera úr stáli tíma vegna þess að þeir meti það að sko hversu með niðurstaðan að þá hvað ég að segja svona svo lína sem hefur komið frá ríkisstjórn og alþingi og þeir meta sig gegn þjóðarvilja að það sé komið tími á að við hristum aðeins upp í stjórnskipunar hefðum. Heyrðu, þetta var rétt. Forseti verður leystur frá embætti áður en kjörtíma hans lokið. Ef það er samþykkt með einföldum meirihlutaatkvæða, með meirihlutaatkvæða við þjóðaratkvæðagreiðslu sem til stofnað kröfu Alþingis, en það þarf 3/4 hluta þingmann til þess. 3/4 var ekkert mál, svo verður þjóðaratkvæðagreiðsla. Og ef Eiríkur vinnur þjóðin segir við viljum hafa þennan forseta
halda áfram, þá þingrof og efnt til nýrra kosninga. Vegna þess að við sem kjósum við erum alltaf seinasti dómarinn, sem skemmtilegt. Þannig að hugmynd Eiríks vel að ná þessum söguþræði öllum í gegn, þannig að við séum komin með í kerfi sem eiginlega orðið líkara Frakklandi eða Bandaríkjónum með hlutur forsetans heldur en að hefur verið hér áður. Mér langar til að spyrja annað. Ef að þetta gert svona, ef að þetta gert í raun og veru svona en ekki með því að breyta stjórnarskránni og ég hef agitera fyrir því í mörg ára það verða að gera. En ef að breytingar eru þvingaðar fram svona, hvar stoppar það? Hvernig erum við ekki með einvaldskonung? Það má vera stjórnarskránni. Ef hann getur skipt, ef að forseti Íslands getur skipt inn á ráðherrum, ef hann getur stoppað lög sem honum hugnast ekki, ef hann getur lagt fyrir lög, ef hann getur rofið þing aleinn, ef að við kippum 19. greininni úr sambandi, hvað erum við þá með og það stjórnskipun sem okkur hæfir? Það fara aftur 150-200 ár. Það svona, ég held að við gefum okkur að enginn vilji fara þangað. Nei. En ég held líka að við getum alveg gefið okkur að þetta er leið sem að gæti orðið, þó ekki sé það líklegt með að við kannanirna núna. Nei. En stóri ókosturinn að mínu viti í ákvæðunum í stjórnarskránni, þó þau séu með þessa varnagla, ef allir bara keyra áfram, þá stóri ókosturinn sá að það svo flókið og svo astnalegt að lesa almennlega lýsingu á valdheimildunum út úr stjórnarskránni og það ósanngjarnt, finnst mér, og það er bara andstætt réttaríkinu, það þurfa að kalla til fólk eins og mig eða aðra lögfræðinga en það sé ekki hægt að fá svona grundvallaratriði ákveðna mynd við það að lesa stjórnarskránni. Það er svo mikil munur á stjórnarskránni og hefðinni. Og hættan kannski svo að ef allt fer í stál að þá eiginlega eins og þú ert að segja, þá bara vekist upp hér einveldi. Ég hef ekki svo miklar áhyggjur af hefðinni í þessu. Ég hef áhyggjur af því, takt eftir því, að þarna þyrfti að reyna að hunsa 19. greina. Sem segir ekkert tekur gildi nema að sé ráðherra og forseti. Og þetta væri algjörlega, það þyrfti svolítið skrítna afstöðu til lýðræðisins vegna þess að það segir líka í stjórnarskrá að ráðherra beri ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum en ekki forseti. Þá er alveg óhugsandi í mínum kolli og flestra að forseti geti gert mikið sjálfstætt. Ef enginn ber ábyrgð á því, ráðherra þarf að skrifa undir til þess að það sé einhver sem ábyrgist það. Já, það er gert að frumkvæði, en síðan forsetin getur neitað að skrifa undir. Já, en það er annað. Þá ertu bremsandi, hitt er raunverulega að stökkva áfram og gera eitthvað. Þannig að þess vegna er þetta í eðli sínu eins og þetta núna, bremsandi embætti. Þetta er meira svona aðeins hægja á, aðeins gera flóknara. Þangað til eitthvað kemur og rífur bara í handbremsuna. En ekki Arnar Þór búinn að segja að hann muni ekki staðfesta nein lög sem koma frá Evrópusambandinu? Já, sem að framvísa fullveldinu til alþjóðlegra stofnana eða ákvörðunarréttin og þá veit þingið af því að það er komin forseti þarna sem að muni ekki samþykja neitt fullveldis afsal eins og hann myndi kannski orða það. Já, samkvæmt hans túlkun. Já, og þá sittum við bara upp með það, þingið. Það er bara að taka mið af því að ef við sendum eitthvað... Akkur myndi, ef við erum að gefa okkur að allir keyri áfram, allir sjústáli, engin hlusti, allum sé sama þó þið keyri beint út sjó. Ef við gefum okkur það, akkur myndi þingið ekki bara samþykja að láta fara þjóðaratkvæði. Ég bara má ekki til þess hugsa að þurfa að greiða atkvæðið mitt allt saman. En ég meina við myndum að gera það. Það hlutar af lögum sem að fara í gegnum alþingi eru frá Evrópusambandinu. En aftur, þarna er mekanismi til að leysa úr því. En er samt ekki góður, ekki frekar heldur en í hinu tilfellinu, þannig að þetta er eiginlega að dragast upp að forsetakablinn í stjórnarskráni er eiginlega afleitur. Það hafa lögfræðingar og sakfræðingar sagt all lengi. Vegna þess að það lög eiga að vera þannig að við öll sem að meinum vel og viljum vera innan ramma getum áttað okkur á því hvað við eigum að gera og hvernig við viljum hafa hlutina. En hefði þetta breyst mikið ef að nýja stjórnarskráin hefði vel að skildi? Hann er skárrið þar eða ekki? Veistu, ég get eiginlega ekki alveg sagt til það. Nei. Stóri vandinn þar eins og ég man var að þar var svo ofboðslega mikið af bremsandi mekanismum að það var bara raunverulega hætt á því að hlutir lentu alltaf inn í völundarhúsi og stoppuðu einhvers staðar. Og það var líka það sem að til dæmis Feneyjanefndin
bara, það voru svo margar bremsur að það var svona ákveðin hætta á einhvers konar stoppi. Bíllinn komst ekki áfram. Já, en ég meina, margt fínt og ég spáði því ennþá að fullt eigi eftir að koma inn. Já. En deilan, það deila hlutur kostans og ég meina Ólafur Ragnar fór í deilu við hefðar sinna. Raunveruleg deila, veistu það, ég ekki viss það. Vegna þess að af 12 frambjóðendum eru langflestir nokkuð skýrir og allir sem eru yfir ákveðnu. Og það eina sem að þeir tala að kannski nýta, og það gildi líka Arnar Þór, synjunarvaldið sem við vitum að hægt að beita. Þannig að það er ekki margir sem að tala að leggja fram frumvörp eða segja ráðherrum upp störfum eða leysa embættismenn frá störfum. Nei, þeir eru afskaplega fáir. Þannig að ég nú ekki vissum að við að segja að þetta sé raunveruleg deila. Ég held við frekar að segja að þarna óskýr texti og það synd, vegna þess að þarna eru flotti frambjóðendur þetta gildur sem óþarfi. Og ég meiri áhyggjur að því að hafi áhrif á fylgir þeirra, að það gæti verið meira ef að þeir væri ekki að tala í kross heldur en hitt. Eitt sem að þegar fólkið eða frambjóðnari spurðir, í hvað tilfellu munt þú grípa til málskotsréttarins eins og flestir nota það. Og þá hefur til dæmis einhver segja þegar að lög brjóti í bága við stjórnarskrá. Sem að maður myndur nú ætti kannski að vera eitthvað bara mekanismi bara í tengslu við þingið eða eitthvað, stundum það að vísa lögum í eitthvað svona stjórnlaga dómstól, í Þýskalandi og fleira, svo kemur bara úrskurðum segir við þingið bara sorry Stína, þið verið að laga þetta gengur ekki upp. En það svo erfitt að sjá hvort það sé snjallt að forsetis í þessu, en ef við höfum engar svona stjórnlaga dómstóla en eitthvað þess, þá kannski allir að forsetis í þessu. En þarna skera Norðurlöndin sig úr, vegna þess að Ísland, Danmörk og Noregur eiga það sameiginlegt að þar dæma almenni dómstólar þetta. Þannig að almenni dómstólar, við getum rifjað upp eitthvað verulega gamalt eins og öryrkjamálið. Við getum rifjað upp kvótamál, við getum rifjað upp alls konar mál. Það alltaf mál þar sem að dómstólar segja hér eru lög sem ekki stenst stjórnarskrá að nota í þessu tilviki. Það verða engar afleiðingar eins og í öryrkjadómstólum þá tókst stjórnvöldum einhvern veginn sigla framhjá því sama með réttin til veiða, það sem að kom úrskurður frá Sameinuðu þjóðunum og íslensk stjórnvöld tóku að sér eitthvað svona tíma til þess að laga fiskveiðistjórnarkerfið, þau hefur bara ekkert gert það En ef að það dæmt hjá íslenskum dómstólum, þá lögum ekki beitt ef þau fara í bága við stjórnarskrá. Þannig að þess vegna þetta annað og þarna held ég að sé tvennt að blandast saman ef ég leggst nú í amatör sálgreining á frambjóðendum. Það annars vegar spurningin hvað myndi mér líða ofboðslega illa með og ég ekki samþykkja bara og frekar hætt í vinnunni heldur en að samþykkja þessu lög. Jón Gnarr hefur sagt þetta. Þannig líður mér með lög sem að heimiluðu pyntingar. Bara þá, þau vitið. En það þá ekki vegna þess að það sé ætlunin að endilega vísa því í þjóðaratkvæði. En það þjóðaratkvæði í þessu tilviki jafn marklaust. Ef að við settum öll, meiri hlutin sem eru ljósærði eða gráhærði eða eitthvað, ef að við settum öll lög það að gera upptækar eigur fólk sem með rautt hár. Þau væru alveg marklaus. Eins og fólki okkar heimsluta hefur gert, það bara rétt tæp 100 ár síðan. Einmitt. Þau eru alveg jafn marklaus þó að þau væru samþykkt í þjóðaratkvæði. Þau fara eftir sem áður gegn jafnræðis og eignarréttar ákvæði stjórnarskrá. Og þjóðaratkvæði breytir því einhver. Er ekki samt betra að hafa forseta sem að neitar að skrifa undir þetta og vísar þessu til þjóðarinnar og ef þjóðin samþykkir þetta þá bara so be it og þá möguleiki á dómstólarnir stoppið það. En ekki skárra að hafa forseta sem að þó gerir þetta þó svo að í okkar kerfi þá ætti dómstólarnir á endanum að fella þessi lögur gildi af þau stangast á við stjórnarskrá. Er ekki bara allir að því að forsetin að því það fljótvirkara hendur þessu í þjóðina og ef þjóðin vil brjóta stjórnarskrána þá það dómstólana? Það sem að þannig erum við aftur að blanda saman sjáðu, vegna það sem að mér finnst þú vera að spyrja ekki gott að forseti geri helvitis hávaða
ef að það á að fara að gera eitthvað sem siðferðilega óásættanlegt. Jú takk, það viljum við. en á akkurat sami mekanismi við ef þetta einhver pínulítil, þú veist, en þó gegn stjórnarskrá, spurning hvort í einhverjum tilvikum, jafnvel, ég meina Alþingi setur ekki lög sem fara gegn stjórnarskrá viljandi, það lang oftast vegna þess að þau sjá ekki fyrir einhverjar afleiðingar. Þú veist, þannig það algengara. Það líka túlkunatri. Við getum ekki með eins og COVID, það voru miklar umræður að ýmislegt sem að Alþingi gerði þá bryti gegn stjórnarskrá vegna þess að bryti gegn persónufrelsimyndi sem eru vendað í stjórnarskránni. Það þetta sko. Og viljum við endilega að það sé þannig að ég get svara spurningunni þinni viljum við fórseta sem gerir hávaða þegar eitthvað siðferðilega óásættanlegt, algjörlega játandi, en viljum við fórseta sem leggst yfir öll smáatrið í frumvarpinu og hugsa, nei, ég ekki viss að þetta standist kröfinu réttláta málsmeðferð alveg í öllum tilvikum með þessu, við skulum frekar eitthvað annað. Þú veist, ég ekkert alveg viss það og þarna held ég að skilja á milli, stundum falla mál þar sem að sko einhvern veginn andstætt góðu siðferði og andstætt stjórnarskrá saman, en ekki alltaf. Það alveg mál sem eru andstætt stjórnarskrá þó að þau séu ekki andstætt góðu siðferði og við myndum ekki öll fara á hliðina. En að því við tölum Jón Gnarr í þessu tilfelli, þá hans tillaga að gera hávaða. Og hann segir það með því að ef að þjóðin síðan samþykkir dauðarefsingu, ég held að það sé dæmi sem hann tekur, að þá bara hætti ég og skellir hurðum. Þannig að það má alveg heyra í hans framsetningu að hans hlutverk að gera hávaða þegar það brýtur gegn hans siðferðiskennd. Þetta og bara til að fara í muninu þessu einu snenn, ef að þetta væri vegna þess að hann vildi nýta 27. greina, þá myndi að segja að þá finnst mér það svo mikilvægt að það ætti að vera þjóðin sem tekur ákvörðun það. Það ekki það sem hann að segja. Það sem hann að segja ég ætla ekki að taka þátt í þessu. Það valid. Það bara hætti ég. Má ég spyrja eitt að þið erum að tala hvort að fórstu þetta liggja yfir. Það var mál sem var afgreitt núna og var töluvert deila í samfélaginu sem var breytingar á búvörulögum sem að veittu afurðastöðunum undanþágu frá samkeppnislögum og þar kom meðal annars fram gagnrýni að frumvarpi hefði breyst svo mikið í meðferð þingsins að raunverulega væri málsmeðferðin þar gegn kröfu stjórnarskrárinnar að mál fengju held ég 3 umræður. Þú kannastu þetta. Og þarna svona mál sem að bæði, ég held að sé alveg ótt að segja að það hafi valdið, þetta ekki frumvarp sem að nýtur meirihluta fylgis meðal almennings og svona andstaðan gegn þeim var mjög sterk og með sterkum rökum og meira sér þingmenn sem að samþyktu nefndaráliti sögðu bara ég áttaði mig ekki á því hvað ég var að gera og eitthvað leira. Þarna væri rökin fyrir forseta að neita skrifa undir að því að málsmeðferðin og þingi hafi ekki staðið stjórnarskrá. Hvað segir lögspekingur við því? Þetta hafa dómstólar líka dæmt. Ég skil alveg sjónarmiðið en það hafa fallið dómar það að einhverju hlutar af lögum hafi ekki fengið alla þá umræðu sem þeir alltaf fá á þingi. Þannig að þetta eitthvað sem að fólk getur borið fyrir sig, fyrir dómstólum líka. En ofta þannig í íslenskum dómstólum allavega að til dæmis ég neytandi og ef ég færi með þetta mál að þá því dómstólunum fljótir að segja það að ég sé ekki aðili máls. Þú ert ekkert meiri neytandi heldur en ég. Þannig að það engin sem að getur eiginlega komið þessu fyrir dómstóla. Það náttúrulega, það hefur verið reynt á heilmörg svona mál. Það hafa heilmörg eða þó nokkuð af málum auðvitað og þau eru mörg á hverju ári. Það sem dæmt það hvort að lög samrýmist stjórnarskrá og nokkur það sem verið að tala málsmeðferðina. En hugsum frekar út frá hinu sjónarhorninu. Hugsum líka, það segir í stjórnarskrá að það eigi að vera 3 umræður. Ef að fólk samþykkir það, sem sagt ef að kjósendur samþykja frumvarpið, það voru samt ekki 3 umræður ef að þeir voru ekki. Þannig að þá eftir sem áður skilur hverju. Nei, þá það þetta þannig að bara þjóðaratkvæðagreiðslan blessar hvorki né afblessar hvorki efni né málsmeðferð sem fer gegn stjórnarskrá. Hún bara sker ekki úr því. Að því ég að reyna að enduróma það sem ég hef heyrt frá frambjóðendum og þetta ekki það sem ég að þá myndu þau líklega að segja, þeir sem vilja leggja áherslu á að þjóðin, það sem þjóðin ákveður í þjóðaratkvæðagreiðslu, það æðra en hinu. Þannig ef þjóðin samþykkir þetta, þá málsmeðferðin á sínu tími þinginu skiptir ykkur máli, því að þjóðin valdið.
Akkur gildir það þá ekki með efnisreglur. Það er ekki efnisreglur 3 umferðir í þjóðaratkvæði. Já, en skilur þetta heldur ekki vatni, annarkvort ætlum við að hafa stjórnarskrá sem að heldur eða ekki. Og þarna erum við komin út fyrir það sem að hægt að komast. Og eins og ég segi, ég held að, og það er kannski það sem að mér finnst svekkjandi í þessum framboði, í þessum baráttu núna, er að mér langar svo til að heyra í öllu þessu góða fólki á þeim forsendum sem svona innan rammans sem þó er. Og þarna held ég að við erum komin út fyrir hann, að við séum komin út fyrir hann, þarna erum við það. Í dómstólar gætu alltaf slegið slík lög út af borðinu þó að þau hefði verið staðfest. Steinunn Ólína var með svipaða yfirlýsingu en af öðrum svona frá öðru sjónarhorni heldur en Arna Þór. Hún var með það að hún myndi senda öll mál sem að snerust að framsali auðlinda og náttúrugæða sem óafturkræfra hluta í þjóðaratkvæði. Af því hún telur og þá getur fólk bara valið það ef að meirihluti kýs hana það er ekki sem meirihlutan að þá væri það ákvörðun það að forseti væri sérstakur gæslumaður íslenskar náttúru og íslenska auðlinda og myndi vísa öllum málum því að framsalsrétturinn á því væri á þjóðinni en ekki þinginu. Hvað segirðu við Steinunni? Þarna hef ég raun og verið ekkert að segja vegna þess að þarna er bara forsetaframbjóðandi að segja hér er heimild sem ég hef. Ég hegst beita henni svona. Og þetta er í sjálfum sér ekkert öðruvísi heldur en einhver annar sagði að ef að 10.000 manns koma með undirskriftir, 10% fyrir ekki, sem eru líklega 25.000 pluss, 27.000 kannski, að þá mun ég senda það í þjóðaratkvæði. Það er Viktor. Já, og það er Viktor sem segir það og aftur, þú veist, í frumvarpinu sem komum frá stjórnlagaráði, þar var slíkt ákvæði aðskilið frá forsetanum, bara ef það kæmi ákveðin undirskriftafjöldi þá þyrfti að vera þjóðaratkvæði. Það eina sem er kannski erfitt við þetta er að í langflestum löndum þar sem eru slík ákvæði, svona prósentu ákvæði, þá er það takmarkað einhver leyti. Ekki skattamál. Ekki skattamál, ekki mannréttindi, eitthvað þess aftur. Þannig að meirihluti geti ekki tekið mannréttindi að minnihlutanum. Nákvæmlega. Þannig að þú veist, það er flækja, en að öðru leyti, ég meina, kosningabarátta er til þess að fólk segi hvernig það hyggst beita þeim heimildum sem það hefur. En hefur þú ekki gaman að þessu þegar að koma svo nýjir frambjóðendur er að kynna hvað alltaf að gera? Sko, ég hef alltaf gaman af umræðum stjórnskipunina. Ég hef... Það fer svona aðeins eftir í hvar þú hittir á mig með þetta. Þannig að ég hef líka sagt og stend við það að mér finnst valla sæmandi að kalla alla að kjörborðinu að kjósa eitthvað þar sem að sumir að kjósa þann sem að verður góður í einhverju einu, aðrir að kjósa þann sem að mun beita synjunavaldi eins og þeim finnst þeir að gera það og svo framvegis. Þetta er svo sundurlaust val sem hvert okkar gerir. En að það er svona... Við erum að tala, við sem kjósendur erum að svara svo mörgum mismunandi spurningum. Að það er spurning hvað er hægt að lesa þetta. Þegar kynna stefnuna sína, þá lítið úr stundum að segja þegar fólk er komið bara út af brautinni. Já, en það beinist sjaldnast að fólkinu og meira að því sem var heilmikið bara í kringum eftir hrunið og öll þau 10 ára á eftir, að það á að hafa grundvallar lög þannig að sé hægt að skilja þau betur heldur en er hægt þarna. Og það þarf að laga til í stjórnarskránni. Það þarf að laga vegna þess að þarna, þetta er svo gamalt í grunninn. Og ég meina ekkert okkar vill að ákvæðið að forseti Íslands veiti undan þá frá lögum, en sé ábyrgðarlaus á því. Sé virt, sko. Þetta var úrelt löngu áður en það kom inn í íslensku stjórnarskrána. Það er þessi kosningabarátta getur verið farið þannig að hún sé raunverulega margir söguþræður á sama tíma. Sumir eru að kjósa í einhverju pólitísku uppgjöri Katrínar Jakobsdóttur, sumir að kjósa út frá einhverjum hugmyndum skipunarrétt, sumir eru að kjósa veislustjóra, sumir eru að kjósa eitthvað sem ég get verið stoltur af á erlendu grunn, þannig að þessar ólíku forsetur. En að mörguleiti er þetta á þetta við líka við þingkosningar, til dæmis ég hef ekki fundið neitt sem að getur sagt að hvað síðustu þingkosningar snýrust. Nema það er ekki bara best að kjósa Framsókn. Sem er eiginlega uppgjör gagnvart því að vissi ekki hvað við vorum að kjósa. Og
og þegar maður því að maður er náttúrulega ólíku saman í jafna, þegar maður er að lesa kosningar í öðru löndum, þá það oft svona skýrt hver eru raunverulegu kosningamálin, það tekist á eitthvað tiltekið. Ég held að sömuleyti við mættum herða okkur í því hvernig við fjöllum til dæmis forstakjör eða þingkosningar, þannig að það væri svona eitthvað samkomulag það, hvað erum við að kjósa, sko. Já, inn í hvaða hlutverk erum við sem kjósendur að ganga. Ég held að ef núna væri árið 1980, þá værum við að horfa á þetta allt öðruvísi, jafnvel þó að væri sama mannval í frambóði, þá værum við samt að horfa á öðruvísi sko, umræðu og öðruvísi nálgun, vegna þess að það hefur bara þróast og það hefur svona aðeins hvernig við sjáum hlutverk forsetans fyrir okkur. En það bara misjafnt auðvitað eftir mönnum. Þannig að þetta finnst mér erfitt vegna þess að það er verið að biðja okkur að taka ákvörðun í lýðræðisríki en við vitum ekki alveg í hvaða hlutverk við erum að velja. Við veitum ekki hvað spurningin er, sko. Eða öllu heldur, við höfum svona einhverja hugmyndum það en það er alveg hægt að hafa nokkrar útgáfur af þeim sem allar komast fyrir innan rammans. En að þú nefnir 1980, þá held ég að með minnir að 96 hafi öryggisventillinn verið nefndur og ég man ekki eftir því 1980, ég bara man ekki. En síðan hefur það verið vaxandi umræða svona vald forsetans á móti þessu hugmynd að forsetinn sé hemill eða eitthvað mótvægi við þingið. Og ég velti fyrir mér af því hvað þetta er mikið vaxandi og meira núna heldur nokkuð tímann áður. Hvort þetta get ekki, þetta er náttúrulega einhver merki það að sko, stjórnskipunin er ekki nógu skýr, en þetta getur líka verið merki það að það sé vaxandi tilfinning meðal þjóðarinnar að þinginu, og við þekkjum umræðinu það að þingi sé undir hælnum á ríkisstjórn og hérna búum við eitthvað fyrirbrigði sem heitir ráðherraræði og þið kannist við þetta, þið kannist við æþingri umræðum að sérhagsmunirnir ráði hér öllu, það var í viðtali við seðlabankastjóra þar sem hann talaði þetta, þið kannist við það, þessi vaxandi tilfinning meðal almennings að stjórnvöld í þessu kerfi þarna með ríkisstjórnina og sem með þingið í vasanum sé ekki að fara og gæta almannahags eða stýra landinu eftir vilja og væntingum almennings og að sömuleyti sé þessi umræða stjórnskipunina í forsetakosningum merki einhverja svona tilfinningu því að það er ekki þannig að Eiríkur eða Viktor eða Arnar Þór hafi bara verið í einhverju unglingaherbergi og sé þetta þar og labba svo út. Þeir eru að tala inn í eitthvað sem að þeir upplifa að sé vandi. Hvað segir stjórnskipunar sérfræðingur það? Erum við ekki í einhverju svona, vantar ekki meira svona check and balances hjá okkur? Nú erum við aðeins komin yfir í stjórnmálafræðina, en ef ég tala bara sem kjósandi, þá höfum við náttúrulega séð aðeins að það hefur verið ákveðin tilhneiging til að vera mismunandi til dæmis í Reykjavík sem var og er mjög stór og svo á þinginu. Það hefur oft verið mismunandi meiri hlutar þar og síðan erum við með sterkari dómstóla heldur mörg lönd en þetta er það sem að margir segja sé bara svona auki vantraust og aukin polarisering skautun ef við viljum segja það í stjórnmálunum. Höldum við ég var ekki til þá, en höldum við í alvörunni að sérhagsmuninni séu miklu sterkari núna heldur en þau voru 1968 eða 1980? Ég veit það ekki. Kolkrabbin hétt þetta þá? Já, skiljiði. Þannig að ég held að þetta er að einhverju leyti merki vantraust. Kannski þolokkar fyrir sérhagsmunum minkar og það er jákvætt. Er þetta ekki bara eftir hrunið þegar var rætt skipunni nokkuð veginn 4 ár samfleytt og þá fer þetta upp í loft og þá byrja fólk að hugsa það. Þegar ég var að byrja að kenna stjórnskipunarrétt 2002 og 2003 og þá fannst alltaf krokkunum og satt að segja mér líka ótrúlega fyndið að það stjórnarskrá sé breytt með því að 2 alþingi með kosningum á milli samþykti því það var ekki vitað neitt sem hefði nokkuð tíma kosið út frá því. Skiljið, það færi engin bara já, nei, nú ætla ég að kjósa allt annað heldur en venjulega vegna þess að ég vil alls ekki þessar stjórnarskrárbreytingar fara í gegn. Það bara er ekki þannig. Á meðan eftir það sem að stjórnlagaráð og það sem að gerir er að þetta eru hugmyndir fólk átta sig á því að þarna er einhver rammi og við þurfum að ræða hvernig viljum við hafa hann, er hann nægilega
skýr, er hann nægilega nútímalegur og allt þetta. Þannig ég held að þetta sé líka það og það gaman og það gott og það eins og það á að vera. En það ekki sérlega frjótt, sko, þessi umræða kom eftir hrun og gat af sér til dæmis stjórnlaga þing sem var stjórnlaga ráð og nýja stjórnarskrána en það þetta algjörlega ófrjó leið sem að Hvað búið að leggja fram af stjórnarskrárfrumvörpum síðan? Alveg helling, sko. Fá ekki svona umræðu á þinginu, sko. Þetta lagt fram Sigurður Ingi, það sem hann lagði fram, ég held að það ekki finnst svona fengið umræðu. Ég veit ekki hvort að tillögu Katrínar hafi svona fengið umræðu í þinginu. Þannig að þetta er algjör uppgjöf þingsins fyrir að breyta stjórnarskránni. Ég held að ég held að við séum kannski ennþá frekar að horfa á það samtal heldur en vantraustsamtalið. En ég veit það ekki, aftur, við erum komin út fyrir mitt svið hérna. En ég myndi að minnsta kosti henda því inn sem svona einu enn í skálina. Þá förum við aftur á valdi forsetans sem að getur neitað að skrifa undir. Já. Getur, ef hann vill, þá getur hann verið með yfirlýsingar það hvers konar mál hann muni vísa sem náttúrulega hefur áhrif á störf þingsins, myndi ég halda. Það ekkert sem banna það. Hann segir, þú tókst með held ég að hafi verið dæmi frá Steinunni og Lína. Já, þú finnir ekkert að því ef þú vilt fá atkvæða mikinn forseta? Nei, sko það sem að mér finnst að sumuleyti áhugaverðar að ræða þannig. Við vitum hvernig þessi mekanismi virkar. Við vitum hvernig 27. greinin virkar með lagafrumvarp. Það sem að ef við ætlum að vera í stuðinu, það sem meira stuð ef að forseti neitar skrifa undir annað. Eins og? Skipan dómara, skipunarbréf biskups Íslands, en þá engin... Uppreisna æru sem að Guðni sagði, ef þið sendið mér annað svona þá mun ég skrifa undir það. Við erum með mekanisma til að taka á lögum og þá þjóðaratkvæði og meðan þarna forseti raunverulegur heimill, en munum ráðherra líka. Þannig að þarna þurfa báðir og báðir geta hummað og komið hlutunum í hart með því að segja. Nei, því að hlustaði á fundi sem að þú varst með í Háskólanum Reykjavík, þá held ég að einhver hafi nefnt einmitt skipunarbréf. Hafi nefnt það, hvað gerir forseti þegar Davíð Oddsson kemur með skipunarbréf á héraðsdómara, þar sem að sonur hans skipar í embætti. Þar sem að voru 2 aðrir voru dæmdir hæfari eða úrskurðarhæfari. Þetta var Steinunólin ef ég man rétt. Og hvað ef að forsetinn bara skrifar, ég skrifði þetta ekki svona spillingapapír, farið bara með þetta, hvað gerist þá? Ekkert í bili. En sonurinn verður ekki dómari? Þetta alveg eins og með lausn ráðherra úr starfi, ef að forsetið muniði sem að við nefndum í tengslum Eirík áðan, það þarf 2. Ef annars hvort segir nei, þá ekkert að gerast. Þannig að einhver forseti gæti virkja þetta, segjum að við svo sem ekki að halda því fram að ástæði sem núna, við getum lent í spiltu stjórnvöldum og ég meina við höfum lifað þann tíma að það voru svona pólitískar ráðningar út á suður sem að veikja bara stofnanir okkar. Það voru afdankaði stjórnmálamenn settir yfir mjög mikilvægar stofnanir. Ég man eftir samtali við Jónas Kristjánsson einhvern tímann, ef ekki bara skrifum þetta eins og þetta sagði ég. Þú veist, ef ekki bara hætta að vera með þessi látalæti, að það verið að bara redda einhverju manni hærri eftirlaunum og verið að lama hér eina mikilvægstu stofnun samfélagsins. Og þá sagði hann eldri maður við mig að við skulum taka til þess að við erum blaðið að gefið út í þessu samfélagi sem við erum í, að því að það svona verið að finna einhver staðar hvernig þú getur verið gagnrýnandi, þú getur ekki stíð út úr tjaldinu, það voru hans ráðleggingar til mín þá, en við þekkjum þetta að í sumu leyti þá má alveg sjá fyrir sig að það er bara fullt tilefni til forseta bara neita að skrifa undir þetta. En þar reynir þá aftur á það sem við tölum áðan, að það er reynd einhvern veginn að jafna, það er reynd að laga eitthvað, það er reynd að setja þrýst. En þermúska á Bessastöðum að vera nei, ég sem ekki við ykkur neitt, þetta er bara svona. Og hvað, vill ekki staðfesta? Þá dettum við aftur inn í vantraustið og þjóðaratkvæðagreiðslum, það er þá leiðin. En ég held að það sem við höfum hér á landi, að minnsta kosti, ofboðslega tilhneigingu til að vanmeta er mjúkt eða örlítið mýkra vald. Dagskrárvaldið er systematískt vanmetið, held ég. Já, og valdið til að segja
ef að við sjáum eitthvað svona fyrir okkur, er þetta raunverulega svona, kom ekki fram athugasemdir í þinginu, eru þau ekki að fara að lenda í vandræðum, þú veist, og svo framvegis, löngu áður en fólk á forsíðum í þessu, skilur við. Mjúka stýringin hefur nú, sko, við skulum ekki gleyma henni og ekki vanmetana, eins og við erum jú fólk í samfélagi en ekki úr stáli og keyrum bara. Þá finnst mér þú vera að draga upp sko valda mér í forseta heldur en að maður sé fyrir sér. Þá þetta næstu í forseti sem ætti vikulegan fund með forsætisráðherra sem að væri svolítið inn í málum og sem að leti forsætisráðherra vita að ef þú ætlar að koma þessu í gegnum mig þá verður að vera sko betur gert. Það sem að... En þetta ekki. Ég held að sé vikuleg fundir. En ekki, þú veist, það sem að mér finnst kannski, sko, það sem svo skemmtilegt í stjórnskipunarrétti, svo ég seti mig nú í kennaragýrin, að það er lagalegi ramminn og hann hér. Og síðan stjórnskipulegi ramminn. Stjórnmálulegi ramminn. Bara hvað hægt að gera, hvað líklegt að gerast. Margt af því sem við erum búin að vera að tala um, dauðarefsingar, leyfi til pyntinga og svo framvegis. Það ekki að fara að gerast. 7.13 og Guðs í lof. Það bara langt fyrir utan það sem pólitískt mögulegt. Og það sem að svo gerist, það það sem sniðmengi, það sem innan beggja. Þannig að það þarf að, í sumum tilvikum, þá setur pólitíski ramminn, það hvernig fólk hagar sér, víðari mörk. Og það það sem ég að tala um. Það ekkert í stjórnarskrá sem segir að forseti að beita sér fyrir tungumálinu eða í íslenskum viðskiptahagsmunum erlendis. Ekki náttúrunni. Nei, þau hafa samt gert það. Ekki eins og fyrir börnin, sko. Nákvæmlega, en það hefur samt sko verið. Þannig að þá það pólitískt mat sem að rúmast innan lagana en ennþá meira. Þannig að þarna þarf þetta hvorttveggja. Og mjög oft í stjórnskipuninni reynir ekkert á reglurnar vegna þess að það sem pólitíkin gerir mögulegt miklu minna. Miklu minni kassi langt innan þess. Þannig að þú telur að vera eðlilegt að forseti einhvern veginn láti þingið og ríkisstjórnina vita svona hvað hann sætti sig við og hann geti... Það ég ekki að segja, vegna þess að það sem þið bættu við var hvað hann sætti sig við. Mér finnst eitt að segja, voru engin mótmæli við þessu? Þetta ekkert að stefna í vandræði? Það ekki, ég mun aldrei skrifa undir nema þú. Það allt annað. En það svona, og ég aftur ekki sérfræðingur því, en pössum okkur að vanmeta ekki mjúkustýringuna, við þekkjum það öll á vinnustöðum, í fjölskyldum, í félagasamtökum, að það ekki endilega sá alltaf sem ræður, það það hvernig hlutinni leggjast. Þannig að geta verið gildandi lög sem hafa tekið breytingum vegna skoðunar forseta á málnum. Það mér finnst dæmið uppreist æru, sem eins og ég skil þetta, að Guðni var bara slegin yfir því að hafa skrifað undir þetta. Og ég held að hann hafi ekki fengið neitt slíkt bréf að óbreyttum lögum. Það var bara lögunum var breytt til þess að koma í veg fyrir að forseti myndi aftur skrifa undir eitthvað sem að honum var ókunnum. Ég var í útlandum og ég hreinlega mann ekki. Ég bara man ekki þetta mál. Hann með þess að fundaði svo með konunum sem hafði vorið fyrir þessu. Og svo mýgri lendinga því að við erum með svona dæmi Stálin að það fjölmiðlafrumvarpið var náttúrulega þannig að Ólafur Ragnar neitar skrifa undir og það mál bara gufað upp. Það var bara það var í raun og veru sett, tekið út af. Þá kannski kemur eitt yfirbót ef við erum að horfa á það. Það var að segja lögin fellt úr gildi. Þá ákveður ríkisstjórnin að draga þetta bara tilbaka. En í æsif ekki. Og ég held að ríkisstjórnin þarna Davíðs og Halldórs hafi ákveðið rættið tilbaka því að þau sáu fyrir sér, að þetta var fyrsta skipti, þau sáu fyrir sér að þetta gæti enda með því að ef að þau myndu tapa þjóðaratkvæðagreiðslunni að þá væri ríkisstjórnin að leggja líf sitt að veði. Og þess vegna væri það eiginlega bara það væri pólitískt glabræði að setja þetta mál í þjóðaratkvæði. Þegar þetta kemur hins vegar inn í ríkisstjórn Jóhannu og Stengris eins og stundum við kalla að þá mat ríkisstjórnin þetta öðruvísi. Að hún geti bara lagt þetta fram mál sem var í sitt mál í þjóðaratkvæðagreiðslu, tapaði og bara haldið áfram
Cameron taldi sig ekki geta gert það í Brexit, að ef að þjóðin á móti því sem ég legg í þjóðaratkvæðagreiðslu, þá verður ég náttúrulega að hætta því að þjóðin ræður. Þannig það var líka svona pólitísk breyting sem að ég veit ekki hvort að stjórnlaga... En þarna náttúrulega erum við líka að tala bara annað umhverfi. Þarna var, vegna þess að við vorum að kalla eftir checks and balances áðan. Þarna í staði fyrir að sé einvaldur sem segir þetta á kjósum, þetta ekki, þá er það bara, þú veist, það hefur þá kannski bara minna að segja. Vegna þess að það hefur að segja viðkomandi mál en ekki annað. Ég er ekki að segja að það hafi verið rétt eða rangt, ég er bara að segja að þarna voru komin mörg ári viðbót sem að þetta var sem að 27. greinin hafi verið í umræðinni og rætt sem möguleiki og fólk var búið að velta henni miklu meira fyrir sér. Þetta kom náttúrulega pínlítið eins og þetta kom fólk á óvart. Þegar fjölmiðla frumvarpinu var. Ég upplifði að sumarið, var þetta ekki 2004? Ég upplifði þannig að ríkisstjórnin hafi metið að það væri pólitísk og stórkostlegt glabræði að setja þetta í þjóðaratkvæði. Þetta er á þessum ríkisstjórnarfundi, þegar Davíð kynnir þetta, að þá fauk í Halldór og sagði þetta getum við ekki, þetta má ekki svona. Og meira segja að hann skildi eindaki sitt eftir á borðinu, hann tók ekki eins og með sér Halldór, það var svo, hann sá alveg í hvaða rugl þetta var, og ég á hennar texta, úr þessu fyrsta frumvarpi, þetta er alveg ótrúlega lesning, þannig að Davíð breytti svo eitthvað. Það var bara myndað Jóni Ásgeiri með frumvarpinu. Já. En það sem að mér finnst kannski að maður eigi að taka með sér úr þessu alls saman, er að eitthvað getur alveg skipt máli og þarna getur við til dæmis nefnt landsdóm. Það ekki vinsælega fyrirbæri. Þó honum hafi verið beitt óskaplega sjaldan og þá er hann samt til staðar og hefur áhrif sem slíkur. Þannig ég held alveg að það hafi haft áhrif þegar 27. greinin er þarna og allir vita að þetta er hægt þó að það sé ekki daglegt brauð. Og það er svona enn eitt af þessu að á þessu sviði sem ég er á, þá er lagaramminn, hann hefur áhrif en rammarnir eru tveir. Það er pólitíkin sem ræður og líka náttúrulega vegna þess að bara lagaramminn vitnar svo oft í hana eins og við erum búin að vera að tala um. Það er svo oft vísað á kjósendur sem seinasta umræðu og með rétt. En ertu sátt við þetta stöðuna eins og það er fyrir utan umræðuna sem er þetta? Getum við lifa við þessa stjórnskipun sem er, þessa stjórnarskrá, svona temmilega óvissu sem getur bara verið skemmtileg. Það er ekki gamla lífi heimi það sem allt er útskýranlegt. Við náttúrulega erum með samfélag þar sem að við höfum margt gott og stjórnarskráin er, eins og ég segi, svona á bakvið, hún er ekkit alltaf í einhverjum forgrunni. Þannig að mér finnst erfitt að segja að við getum ekki lifa með því, en að því sögðu þá sérstaklega með forsetakaflan hef ég skrifað um það trekk í trekk að þarna þurfi að skerpa einmitt til þess að þetta sé bara skiljanlegra og skýrara. Það er eins og þingið bara get ekki klárað þetta. Síðasta umtalsverða breytingin var mannréttindakaflinn sem var á 10. áratugnum og þú varst að nefna það að ég held að hann ekki komið til nokkurs tals í þeim kostingum. Lögfræðingar rifust hræðilega. Það? Já, það var alveg bókanir og í lögmannafélaginu, ég veit ekki hvað og hvað. Ég kannaði þetta fyrir svolítið, þannig að það var stuð þar, en það var ekki alveg. Í kosningunum sem var á milli, ég man ekki eftir neitt. Nei, ekki þar, alls ekki. Sem er kannski mikilvægast sem að kjósendur voru að kjósa, ef við lítum á að sé verið að kjósa stjórnarskrárbreytinguna, að þá var það mikilvægastu málin sem að voru á dagskrá þeirra kosninga, en þau voru bara ekki á dagskrá. En þetta, Nei, okkar stjórnarskrá hefur verið breytt frekar oft, en ekkit ofsalega oft mjög mikið. 95 var svona stærsta breytingin, 91 var líka stór breyting þegar þingið fór að vinna í einni málstofan, ekki tveimur. En ég meina, klisjan sem var alltaf tekin, það hefur aðeins breyst en ekki mikið, var svo danska sem er með og henni var breytt eftir fæðingu Margrétar fyrrum drottningar og það var beðið eiginlega eftir henni til þess að koma þeim breytingum í gegn sem þurfti. Vegna þess að þá þurfti að breyta erfðaröðinni þannig að stúlkur gætu
eldkrúnuna, skiljið, þannig að það á að sumu leyti að vera svona aðeins flókið að breyta stjórnarskrá, það þykir ekkit ofsalega flókið að breyta okkar, en það hefur samt reynst erfitt að ná í gegn mjög stórum breytingum. Allt því verið svo ósamála, þingið allt því verið svo íhaldsum. Mér stættu það nú líka í hug, kannski bara viljum við hafa þetta svona, kannski finnst okkur bara alveg ásættanlegt að á 12 ára fresti þá tölum við öll svolítið út og síður forsetahembættið, bara til að frekar heldur en að fara eitthvað að hræri. Ég hef dottið þetta. Íðarleikja að koma umræðu. Við gaman að gjamminu. Það er bara þannig. Herðu, Ragnhildur, kæra þakki fyrir að koma hingað og vonandi skýra út margt fyrir áhorfendum okkar Valdimar Kostars. Takk fyrir mig. Og Sigurjón, takk fyrir hjálpina. Já, sömuleiðis bróðir. Og ég þakka líka gestum okkur sem voru hérna fyrir í dag, en mest þakku við ykkur sem hafist aldrei hérna við og hlustað og breytt þessu samtali okkar við þetta rauðaborð í það sem er kallað fjölmiðlun. Þið getið hjálpað okkur við að byggja upp samstöðuna með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hér, þannig stækkar dreifikerfi okkar. Þið getið sagt frá því að við erum á Facebook og við erum á YouTube og við erum á öllum hlaðvarpsveitum, við erum í útvarpinu 89,1 á FM og það má líka sækja þær útvarpssendingar á spilarann, það er spilari.is á netinu og svo spilari líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðun og allar íslenska útvarpsstöðvar, hvað sem er í heiminum, það sem er net. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við síman, þar er við númer 5 á fjarstýringunni, kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins samfélagsumræði við þetta rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðunar. Þið sem að viljið taka þátt í að byggja samstöðuna enn frekar geti gert áskrifundur, það kostar 2.500 krónur. Þið farið þá inn á samstöð.is, þar hnappur sem ástendur áskrift, þið getið skráð ykkur þar. Þið megi borga meira þið viljið og þið sem kjósi getið láta áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er mitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Fyrir 2.500 krónum á mánuði fáið allt efni sem við erum með hér og eignist fjölmiðl sem er víst mjög eftirsóknarvert meðal auðmanna, en þið eigið hann í félagi með öðrum áskrifendum. Allt sem við sjáum hér og heyrið er bóðið áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir. Ég verð hérna næst á morgun klukkan 8, þá verður rauðaborðið og þá verður mikið fjör, regna ég með. Takk fyrir og njótið þess sem eftir er af helginni.